Gott kvöld og velkomin að Rauðaborðinu. Já, það mánudagurinn 20. október, líður hratt. Hér í lokvölds kemur Arna Magnetangs, sem sérlegur fréttaritari samstöðunar mannréttindi, og að ræða réttindi transfólks og bakslag sem hún setur hér í samhengi við mig, við svona það sem að gerast í heiminum. Þar á undan fær Björn Þorláksson til sín Óðinn Jónsson, blaðamann og fyrrum fréttastjóra og RÚV, og ætla þeir að ræða meðal annars ríkisútvarpið og blöndun almannatengla og blaðamanna. Þar á undan kemur Sema Erla Serdaróglú hingað til mín og ræðir fangelsi fyrir flóttafólk, en samkvæmt fyrirætlinum stjórnvalda stendur til að búa til það sem kallað brottfararstöð eða einhvers konar úrræði. Sema Erla ekki sammála því að kalla þetta brottfararstöð, hún vill meina að þetta sé fangelsi og við leiðir mig í allan sannleikann. Hér rétt og eftir. Þar á undan kemur Hallgrímur Óskarsson hjá Carbon Iceland og Þorgerður María Þorbirnadóttir, formaður Landverndar, og ræða meðal annars vindorku og umhverfismál við Björn Þorláksson. En hér bara rétt á eftir auglýsingar ræðum við Sundabrautina, en Gauti Kristmansson, prófessor og varaformaður Íbúafélags Laugardals, og Ásta Þorleifsdóttir, jarðfræðingur og íbúi í Grafarvogi, koma hingað og ræða við mig fyrirætlanir vegagerðarinnar að gera Sundabraut að brú og áhrifin sem að það kann að hafa til framtíðar fyrir fólk og náttúru. Þannig að doki við, það nú hér að vera eftir stuttar auglýsingar. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Ertu á leið heim úr vinnu? Stiltu á FM 89,1. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hingað komin til að ræða Sundabraut. Gauti Kristmansson, prófessor og varaformaður Íbúafélags Laugardals, og Ásta Þorleifsdóttir, jarðfræðingur og íbúi í Grafarvogi. Verið velkomin. Takk fyrir. Sundabraut, einhvern veginn svona finnst mér vorum við ekki að ræða Sundabraut hérna fyrir nokkrum árum og svo hættum við því. Og nú það einhvern veginn komið aftur, þetta á að fara af stað. Já, það var 2005 til 2007 var mikið, þá var samráð íbúa á beggja vegna og það var mikið þetta rætt og það var hægt að fara í þetta. Það voru komnir peningar, svo kallaði símapeningar fyrir einkavæðingu Símans, og það átti að fara að byggja þessa samgöngubót þarna á þeim tíma, og það var haft samráð við íbúa, og svo hurfu peningarnir, símapeningarnir upp í himnaríki peningana þarna 2008. Og síðan þá hefur nú hafa verið skrifað nokkra skýrslur, en það núna sem það komið af stað. Byrjaði núna hjá síðasta samgönguráðherra og núna þetta komið af stað, þá búið að gera svona umhverfismat fyrir stóra framkvæmd. Reyndum að segja að þetta var á undan því líka, því að 97 til 2000 það var gríðarlega mikil umræða Sundabraut og leiðarval. Í raun og veru voru það íbúasamtökin sem að Gauti leiðir í dag sem að stoppuðu málið af þá, því þá átti að fara svo kallaða innri leið eða innstu leið og Skeiðarvog. Og á undan því 1970 eitthvað var hún komin inn á skipulag. Þannig að þetta ekki eins og þetta hafi dottið í hausinn og mönnum bara núna. Nei.
En hvers vegna núna samt? Ég meina, hverjir eru vendingan? Hvað er breyst? Það hafa þetta komið alltaf þessi gagnrýni, sjóma gagnrýni í rauninni. Það rask við í nágranna samfélögin og það eru umhverfisáhrif og mengun og þar fram til göttunum. Eigum við að segja að það sé gríðarleg fólksfjölgun á höfuðborgarsvæðinu. Á þessari öld hefur landsmönnum fjölgað fjórðung vegna aðflutnings og þetta er flest allt fullorðið fólk og almenningssamgöngur eru gjörsamlega og fullnægjandi þannig að fólk leitar ekki haldist í takt. Nei, engan veginn, það eru mun verra en þær voru áður og þar að leiðandi eru umferðarmannvirkin í borginni og bara á höfuðborgarsvæðinu þau eru ófullnægjandi. Hefði menn hætt að rífast og gert eitthvað í almenningssamgöngum í staðan fyrir bara að búa til dýrarnefndir þá kannski væru við ekki á þessum stað. Og svona fólk gerir sig kannski ekki alveg grein fyrir því að þau sem eru ekki, það inn í málum ekki tengd íbúasamtökum eða annað, hvað þetta snýst í rauninni, hvernig á þessi braut að liggja? Sko þetta hún á að liggja frá í raun og veru Sundahöfn, yfir Kleppsvíkina, Elliðavoginn, fram hjá Gufunesi og síðan upp með Álfsnesi og alveg upp á Kjalarnes. Og þetta á að vera, samkvæmt því sem að sér frá Vegagerðinni, þarna 4 akreinar, 2 akreinar í hvora átt á langri leið og þetta á að lesta 40.000 bíla á dag og þetta þetta á að stytta leiðina fyrir einhverja kílómetra fyrir Vesturland, tengja einhverju leið til Graf og betur við borgina en spurningin hvort að það gerir það eða hvort að Graf og Spúar fái bara fullt af bílum í gegn á leiðin í Mosfellsbæ eða eitthvað. Ég veit það ekki. Já, þetta náttúrulega vekur enn og aftur gamlan draum til lífs sjálfstæðan Grafruvog því að það er alveg ljóst að borgarfulltrúar sama hvar í flokki þeir hafa verið hafa ekki staðið vörð lífsgæði íbúa né náttúruvernd í borginni. Spáin segir 40.000 íbúar, 40.000 bílar muni fara Sundabraut, það er svona fyrst sinn og þar af muni 18.000 halda áfram frá Gufunesi og upp á Kjalarnes en 22.000 bílar eru það þvælast í hverfinu mínu í Grafarvoginum og það er náttúrulega bara hvaðan eru þeir að koma, hvert eru þeir að fara, brúin verður eða göngin verða gjaldtöku framkvæmt, þannig á Grafarvogur að verða eina hverfi borgarinnar og eina hverfi höfuðborgarsvæðisins sem þarf að borga fyrir að fara í miðborgina. Ég held að fólk sé ekkert tilbúið það heldur. Nei, einmitt. En þú, Gauti, skrifaði grein á Lilju Sjónsdóttur á Vísi í dag. Já, nokkrum dögum. Já, fyrir nokkrum dögum. Það sem að, þú svona veltur upp þessari spurningu hvert að Vegagerðin sé hér við völd. Já, sko, þetta kom til að því að, sko, við erum í samráðshópi Sundabraut og það var samkomulag það að það er ekkert birt eða talað þetta fyrir en að umhverfismatsskýrslan kom fram og svo kemur allt inn á föstudeginu þannig áður en skýrslan kemur fram svona fréttatilkynning frá Vegagerðinni og að hún sé fyrir brú. Hún er sem sé búin að ákveða það fyrirfram að það sé brú, það er búið að leggja alla þessa vinnu til að bera þessa kosti saman og skoða þetta og Vegagerðinni komin að niðurstöðu áður en sko samráðinu er lokið eða eitthvað svoleiðis og við náttúrulega bara mótmæltum því. Þetta var einhvers konar tilraun til þess að undirbúa jarðveginn sko. Og mér finnst að þessi stofnun ekki við áttum við hana sko líka þarna 2005-2008 og hún hefur mjög eindregin vilja að byggja brú þó að það sé óþökk íbúa beggja vegna vogarins eða þarna víkurinnar. Þetta minnir óneitanlega á Teigsskógarmálið þar sem að Vegagerðin ákvað fyrir á síðustu öld að hábrú þar kæmi alls ekki til greina og göng alls ekki heldur skildi þverað og skemmt eins mikið og mögulegt væri. Þau mál töfðust náttúrulega 20 ár með málaferlum og máli fór alla leið í Hæstarétt þar sem að þeir höfðu ekki boðið upp á neina valkosti en mat á umhverfisáhrifum er fyrst og fremst að leggja mat á misjöfn áhrif, mismunandi leiða að sama markmiði og það verður að segja að yfirlýsing Vegagerðarinnar á þessum tímapunkti
eigum við að segja hún sé óheppileg eða óvið eigandi? Já, svona, mann finnst það svona að það væri eðlilegra að ljúka samráði, að minnstu kosti, hérna áður en að niðurstöðun var ekki. Það fannst okkur sko og þarna og það hefur náttúrulega legið fyrir mjög lengi hver vilji íbúa að það séu jarðgöng frekar en brú og öll borgarstjórn samþykti 15.0/2008 að vera með göng eftir samráði við Grafarvogsbúa og íbúa í Laugardal. Þannig að þetta svo sem ekki komaði neitt óvart, en þess vegna mjög undarlegt að sjá hvað, þú veist, það á að vera eitthvað ódýrara, en þegar maður skoðar sko samgöngumannvirkin sem brúin kallar á sikkurum megin, það risavaksin mislæg gatnamót á 2 stöðum sko í Grafarvogsmegin, bara öllu græna svæðinu þar og svo gríðaleg mislæg gatnamót við Sæbraut og Holtaveg. Þetta kostar marga milljarða, en það skiptir ekki máli í verðsamanburðinum. Þá voru göngin alltaf dýrari, þau eru aðeins dýrari, en þetta hvort tvekja mjög arbarar framkvæmdir. Ég meina, ef það verður gjaldtaka á þessu, þá borgar þetta sig upp á 20-25 árum. Svo þessu göng. Svo má líka bara segja það að það eru gríðarlega mörg efnahagsleg rök önnur sem styðja göng. Það þarf ekki að flytja mannvirkin uppskipunarhöfnina sem að kostar formúur sem gerir það í raun og veru verkum að ef það er brú þá er það hábrú sem hendar þá gangandi og hjólandi sérlega illa fyrir utan hver vill hjóla með fram hraðbraut þegar hann getur farið huggulegar hjólabrýr sem að nýlega voru byggðar fyrir okkur innarlega. Það eru frábærar. Okkur í Grafarvoginum, okkur vantar þetta ekki fyrir gangandi hjólandi og enn síður ykkur í hverfinn ég neina aðra og við getum haldið áfram, þannig erum við með milljarða hjá Faxaflóahöfnum sem leggja undir. Við erum líka með lýðheilsu sem seint verður metin til verðs allur svo hávaði allan sólarhringinn, mengunin sem þessu fylgir og þá erum við ekki að tala út frá vélum bílana vegna þess að á þessum tíma eftir 10 ár eða hvenær sem þetta mannvirki verður komið í gagnið þá verða allir á rafmagnsbíl, við sjáum þróunina. Það verður búið að banna innflutning á jarðefna eldsneytisbílum öðrum en hugsanlega fjórhjóladrifnum og flutningabílum, þannig að ekki er það loftslagsávinningurinn. Þannig að lýðheilsan hún er milljarða virði. Við vitum sífellt meira hversu mikils virði grænt það er græðandi, það fækkar veikindadögum, það bætir andlega heilsu og heilbrigð sál í hraustum líkama, það bara stendur enn. Þannig að hvers virði er þessi örfá milljarðar sem að þvermóðska vegagerðarinnar kostar? Við skulum segja þetta þvermóðsku vegna þess að hverjir borga þau upp staðið. Það eru við, íbúarnir og á þessu áhrifasvæði eru að minnstakosti 20 ef ekki 30.000 skattborgarar. Höfum við ekkert það að segja hvernig okkar fé er varið? Ég tek undir þetta og það er líka bara sko, það var náttúrulega hefði mátt gera eitthvað svona lýðheilsu mat í þessu umhverfismati og það var þess að þetta ekki gert og það vantar líka, það er bara mjög lítið talað, það talaði aðeins umferðina sko en annað að veri reynt að segja móti. Það svifur ekki þó að ég meina það sé ekki einmitt. Það er gríðarleg loftmengun þó að verði ekki koldíóxíð. Þá er bara dekkin og þetta fyrst og fremst verði þetta þungaflutningar. Flutningarnir sem munu fara undir gluggana í Jöfurbás í nýja hverfinu í Gufunesi og hefur eitthvað að velta fyrir okkur hver þessi gengdarleysi umhverðar hávaði allan sólarhringinn, hver hann verður á þessa nýju lista paradís, kvikmyndaver og annað slíkt sem kemur til að títra undan trukkunum. Ég held að við séum ekki að hugsa þetta. Ég veit ekki alveg hvernig það virkar sko svona inn í vogi ofan og brú, maður getur bara svona rétt ímynda sér hvernig þetta ómar hérna og milli esjunar og hávaðin af mannvirkjum rétt við sjávarborði miklu meiri því að sjávarborði virkar svona svo spegill sem magnar það upp. En síðan er það náttúrulega það sem er stórfurðulegt í þessari framkvæmd er það að frá Gufunesi er bara engin valkostur. Það skal þverað með öllum þeim eyðileggingum sem við vitum að það hefur í för með sér og við erum að tala fyrir utan sko vellíðan og lífsgæði íbúa, þá erum við að tala gríðarlega auðugt lífríki í einu alvöru friðlýsta svæðinu í höfuðborginu okkar. Það er að segja Blikastaðakró
og Leiruvogur. Þannig eru alltaf 40 landselir. Það fyrst núna sem að skólar og höfuðborgarsvæðinu eru farnir að nýta sér þetta. Maður sér alltaf leikskólakrakka og grunnskólabörn að sjá seli og fugla og ýmiss konar smádýr. Og við vitum það bara frá Borgarfjarðarbrúnni sem að þveraði Borgarfjörð að þar hafa orðið gríðarlegar og neikvæðar breytingar á lífríkinu og við vitum það frá Gilsfjörður er bara hreinlega ónýtur. Þannig að Kolgrafafjörður, já, Hraunsfjörður. Þveranir eru bara einhvers konar fortíðarhyggja. Það er eins og þeir sem stýra samgönguframkvæmdunum horfa á framtíðinni í baksýnspeglinum. Það fer aldrei vel að horfa þangað. Jú, nú þú nefndir Gufunesi, nú er það nýlega uppbyggt eftir að hafa verið ruslahugar. Ég bjó í Grafarvoginum sem barn og ólst þar upp og þá voru þetta ruslahugar. Það er ekki lengur, ég kom þarna núna í haust, ótrúlegt svæði. Æðisleg útivistarperla. Það voru börn þarna út allt og skemmtilegt, svona nálæg við fjöruna og einhvern veginn gróðurinn og þetta var alveg dásanlegt. Ég átti dásanlegan dag þarna. Er þetta eitthvað sem mun koma til með að hverfa það myndir? Algjörlega. Sundabraut, ef hún verður lögð svona ofanjarðar, þá hreinlega, það er kannski örlitla ríkjur en hún liggur nánast í svefnubörgjum unga fólksins sem á þessi börn sem varst að tala og Geldinganes Eyðið er svona lítil perla í borginni. Þarna eru allar helgar, afar og ömmur, pappar og mömmur og með skóflur og fötur að grafa í sandinum og þetta er uppáhaldssvæði hundafólksins sem er mjög fjölmennt í þessari borg eftir því sem við eigum í minni samskiptum hvort vanna þá fáum við okkur gæludýr. Þannig að ég er náttúrulega með myndað þessum hrikalega hringtorki sem þetta er bara hann að við Gufunesi. Tvær hraðabrautir í hvora áttina og svo svona hringtorg í margra metra hæð yfir þessu og það segir mér enginn að umferðin, þetta er við Hallsveginn það segir mér enginn að umferðin leit ekki inn á hann sem þarna og svo náttúrulega Borgarveginn líka og Strandveginn. En það sem við höfum áhyggjur hafa líka í Laugardalskvörnum, það er náttúrulega Holtavegurinn, hún á að koma í plani, það þýðir á sömu hæð bara og það kemur hérna inn og þeir segist alltaf að reyna að bísa umferðin á Sæbraut og áræðanlega fyrir fullt af fólki á Sæbraut sem er að fara í Kópavogi eða í miðbæinn. En Sæbraut er nú þegar orðin full og ef þið sjá ekki möguleika að komast þar, þá fara þið náttúrulega í gegnum Langholtskverfið og svo er náttúrulega Skeifan hann hinum megin við ég meina það er náttúrulega kannski allt í lagi að búa til hraðbraut fyrir Akurnesinga sem vilja komast í Jusk en mér finnst kannski svolítið miklu til kostað Ég sé að Dagur B. Eggertsson tjáði sig hérna helgina og hann talaði að Sundabraut þetta væri svona, hún hefði hraðbrautarkarakter. Þetta er hraðbraut, þetta er ekkit annað, þetta er til þess að koma flutningum frá Sundahöfn úr Mosó og yfir í gegnum Grafarvoginn og vissulega styttir þetta leiðina einhverja kílómetra en hugmyndirna sem að Dagur stóð fyrir 25 árum eða svo þannig kringum aldamótin sem voru þau að þetta væri í göngum og það kæmi 2 eða 3 gangnamunnar og einn af þeim færi þá alveg vestur fyrir Laugarnes eða þarna heitir það ekki Köllunarklattsvegur eða þar, kæmi þar einhver staðar og þar er svo sem alveg ennþá rými þar sem að gamla kassagerðin er og síðan væru það væri með 3 munna og það er ekkert sem segir það sé ekki hægt að leysa hávaða mengun með gangnamunna þetta er bara fyrirsláttur það eru svona jarðgöng í miðborg Oslo bara hverfa þar hverfur umferðin ofan í jörðina þetta er út allan heim og hvers vegna skildi ekki verið hægt að leysa þetta í Reykjavík árið 2030 eða eitthvað þegar að loksins kemur að þessu Svo til þess verið að hinum megin gangnamunni þarna vestur hann myndi koma þarna upp við það sem Ásta hefur verið að nefna en gangnamunnin í hina áttina hann myndi fara undir Sæbraut og stokki nýja það myndi bara róast hverfið þarna Barðavogurinn og þessi Karvavogur og þessi voga hverfið þarna hann myndi bara fá allt í einu frið fyrir ægilegum hávaða mengun þannig að þetta myndi bæta lífsgæði mjög víða að fá göng. En hvernig, nú hefur Vegagerðin tilkynnt þetta að verði ekki göng. Já, hún ræður ekki, þó við höfum spurt þessar retorísku spurningar.
af því að hún fór svona fram úr sér að hún vill það, en það er náttúrulega á eftir að fara í gegnum ríkisstjórn, samgönguráðherra eða innviðaráðherra og náttúrulega borgarstjórn, og ég meina það eru margir instansar, og svo náttúrulega ef þetta fer í brú sem andstæð hagsmunum íbúa, þá mun íbúa að gera allt til þess að stoppa það. Hlekki ykkur við vélar? Hlekki ykkur við vélar? Nei, allir myndum ekki bara kæra fyrst. Við höfum nú lesið það nú gjarnan í Grafavogi þar sem það er vegið að okkur öllum áttum. Það skal tróða einhverju ofan í öll okkar grænu svæði, og við höfum, og stundum hefur mann á tilfinninguna fólk sem býr í latti lepjandi liði þannig 101 haldi bara þeir sem bú í Grafavogi séu bara einhvers konar molbúar, og það megi bara tróða hverju sem er niður hjá þeim. Því þetta er alls ekki rétt. Við veljum að búa þarna, við völdum að búa við kyrrð og ró, við friðsæld, við náttúru. Það er ástæðan fyrir við búum þarna. Eins og ég valdi þetta því ég kajakræðir á sínum tíma. Þannig að þetta er yndislegt umhverfi, og það tók okkur 20 ár að fá fólk á Náttúrufræðistofnun og fleiri til þess að horfa á þessa frábæru náttúru, og það leið ekki þetta löngu. Loksins er hún friðlýst, þetta er alþjóðlega viðurkennd fuglavendarsvæði, þetta er bara sálar meðal af bestu gerð sem allir á höfuðborgarsvæðinu eiga að kosta og njóta. Þeir geta komið gangandi, þeir geta komið hjólandi, þeir eru yndislegir hjólastígar með fram ströndinni, það eru frábærar hjólabrýr, það er búið að gera svo margt fyrir gangandi og hjólandi þarna. Þannig að þetta var í skemmdarverk, þetta var í stórkostlega skemmdarverk og í róplegri andstæðu við stefnu Reykjavíkurborgar, nýja borgarhönnunarstefnu, stefnu borgarinnar líffræðilegan fjölbreytileika, og allt það sem borgarstjórnin þykist standa fyrir, það er að segja standa vörð lífsgæði borgarana. Við erum borgararnir líka, við erum 30.000 eða 40.000, við erum bara líka til. Og ég held að sama verður nú sagt með Laugardalinn bara einn þekktast útivistarperla Reykjavíkurborgar. Já, og það er þetta myndi fara fram hjá, það er leikskóli þarna á Holtavegi, og svo er frístundaheimili barna, það er Langholtsskóli, og umferðin er nú þegar orðin á mikil á Langholtsveginu þarna og fram hjá skólanum, 7-10.000 bílar á dag, og þarna svo bætist þetta við, og ég meina það þarf gangbrautar verði á Langholtsveginum til þess að ferja börnin yfir í skólan, af því að þetta er svo mikil umferð, og að bæta við einhverjum 1000 bíla. Lollipop lady í Englandi. Að bæta við einhverjum 1000 bíla inn í þetta hverfi, það er bara mikið. Þetta eru sömu sjónarmið íbúa beggja vegna, og ég held ég hafi enn ekki fundið Grafarvogsbúa sem að ekki styður þau sjónarmið sem við stöndum fyrir. Ég var á fundi í síðustu viku hjá stjórnmálaflokki, þar voru held ég samankomnu 200 manns að ræða, fyrst og fremst þetta, og það var nú svolítið skemmtilegt að sjá að þarna var fólk mætt úr öllum flokkum, en það sem var líka svo ánægilegt var þessi samstæða, alveg sama hvort þú varst yfirlýstur samfylkingarmaður, framsóknarkona, græningi eða sjálfstæðismaður. Það voru allir sammála. Það segir dálítið mikið. Já, íbúar hafa hingað til verið mjög samstíða þetta hjá okkur líka og gegnum all árin, og þetta er bara, ég meina, við hefum ekki sagt bara nei, þvert nei. Við höfum samþykkt ef þetta er í göngum. En brú getum við ekki samþykkt. Það er kannski sama hjá okkur. Ég sagði það nú held ég bara í ríkisfjölmiðlunum á föstudaginn að það er enginn að setja sig á móti Sundabraut. Sundabraut í núverandi umhverfi er nauðsynleg. Það þarf að vera hægt að rýma höfuðborgarsvæðið, og við vitum hvernig það fór þegar einhvern tímann átti að halda einhverja þjóðhátíð fyrir löngu, og síðan þá hefur bílaeignin margfaldast, og við ráðum ekki við þetta með öðrum hætti. Þannig að við erum alls ekki að setja okkur á móti því að Sundabraut komi, en það er skýlauskrafa. Sundabraut verður í göngum alla leið. Já, ég held að það sé langsniðast. Þetta er þarna, bílar eru bara,
þeir eru mjög þörf tæki en það er best að hafa það bara neðanjarðar sko. Allavega á svona stað þar sem náttúra, fólk, íbúar þarna verða fyrir þarna börn. Maður hugsa alltaf hvað með börnin? Það er gert grín að því þegar maður spyr kannski svona hvað með börnin en hvað með börnin? Börnin eru framtíðin okkar og eins og við höfum komið inn á áður að Laugardalurinn, það er nú alls mikið börn alltaf, það eru fjölskyldu húsdýragarðurinn og frábær vinna sem gerðir í grasagarðinum með börnum og ungum, skautahöll í Grafarvogi er Krúnutjásnið er fallegasta, lífríkasta leira á höfuðborgarsvæðinu og þó víðar væri leitað að fara með krakkana, ég gerði það með börn og borgarskóla meðan ég átti börn þar sjálf alltaf þetta sama ego að fara með þau í fjöruferð og sína sprettfiska og krabba og auðvitað þessa landseli sem þú spart í 20-30 metra fjarlæg frá fólk keyrir upp á Snæfellsnes til að sjá sel, taktu strætó eða hjóla upp í Blikastaðakró bara passaði að vera á fjöru annars er þeir ekki heima og svo er annað á þessu svæði eru 5 ár Elliðárnar verða fyrir áhrifum, Grafarvogurinn sjálfur og Grafavogslækurinn verður fyrir áhrifum. Í Blikastaðakró og Leirvog falla 3-4 ár í raun og veru og þar eru 2 laxveiðár. Þannig við erum með 3 laxveiði ár og laxfisk ár, því það er fullt af sil og gurrið og hvað þetta allt heiti. Það er Korpa er friðlýst, Varmárósar eru friðlýstir fyrir utan sko Króna sjálfa og Vogin. Þannig þetta er með ólíkindum að þetta skuli ekki vera minnst á þetta og í umhverfismatsskýrslunni gera menn engan greinamun á útivistarsvæði sem gæti verið Klambratún, frábært útivistarsvæði en hefur ekkert náttúruverndargildi og mun takmarkaðri sáluhjálpargildi heldur en friðlýs náttúran eða bara Elliðárnar. Þannig að þetta er alveg með ólíkindum og síðan er það líka þannig að brúin sem þvera á Eiðsvík hún er sett ofan á friðlýst steingervingalög og það er ekki minnst á þau í umhverfismatsskýrslunni. Hvaða rannsóknir voru gerðar? Eru þær allar æva fornar? Ég er að lesa 1996, 2000, það er eins og það hefði ekki verið gert neitt nema eða peningum í að kanna dýpi fyrir brúarstólpa af því að vegagerðin er bara harð ákveðin í hvert þeir ætla að fara. En það má ekki gleyma því, þeir eru stofnun og þetta er stofnun sem er framkvæmda stofnun til þess að framfylgja og framkvæma það sem ákveðið er af öðrum. Já, það er lóðið og þarna, það er líka sko það var nú reyndar, það stóð nú í umhverfismatsskýrslunni sem ég er búin að fara í gegnum sko það verður ekki vitað áhrifin á Leiruvogina því að það var næstum á lokunum, eða ekki? Og svona þetta, mér fannst þetta bæði þessi framganga vegagerðarinnar að koma með sína brú áður en að skýrslan var komin fram og svona hlutir eins og þarna með þarna einn af vogunum þarna bara ófagleg. Þetta er ekki samfærandi vinnubrögð að sjá frá svona opinberri stofnun sem á að sinna mjög mikilvægum og ég meina gríðarlega mikilvæg. Já, og hvað þetta á að kosta allt saman, við skulum ekki gleyma því og það er ekki komin neinn almennileg kostnaðaráætlun. Ég er ekkert vissum að þetta sé einhverjir 100 milljarðar alla þessa leið, hvað er þetta löng leið með brú eða göngum, ég meina þetta verður ofboðslegi penningar. Og tímaáætlunum líka fyrir að örugla í skrúuna. Þetta tekur ofboðslega langan tíma með öllu því raski sem fylgir að byggja svona gríðarleg mannvirki. En ég var að sjá, það var sagt, sko ég fekk þessa spurningu frá miklum áhugamanni sem ekki býr á áhrifasvæðinu að það veri ómögulegt að fara í gangnagerð því hvað ætti nú að gera við efni sem kæmi upp úr göngunum. Ég var að horfa í dag á nýjar myndir af tilvonandi borg hvað heitir það, hverfin upp á Höfða, Borgarhöfði held ég að heiti og þar eru slíkar og þvílingar uppfyllingar fyrirhugaðra. Ég er bara búin að ráðstafa þessu uppgrafturefni eins og það leggur sig. Ég bara þetta alveg við hliðina mér að segja. Já, bara setur á pramma og skullar inn. Já, það er náttúrulega bara eitthvað sem þarf að leysa en ég meina, þú veist og það er svolítið fyndið að ég hef svona síða á Facebook og annað fólk sem er að segja sko að brú það er miklu flottara
Þetta verður engin Golden Gate brú því fyrir gefið, þetta verður steipuklumpur ala Ísland, sko. Ég meina bara sement og grámi og svo framvið. Þetta verður ekki einhver glæsileg, það tala hönnunarbrú eða eitthvað, hvað ætla þeir að gera. Það kostar miklu meira að búa til einhverja Golden Gate brú, sko, eða vilja svoleiðis. Þannig að Golden Gate ekki með neinni þverun. Það bara alvöru brú. Og ef menn vildu gera alvöru brú, þá sko eins og yfir Þerneyjarsundið, þá væri það ekki að valda svona rosalegu umhverfisáhrifum. Ég meina, vogarnir verða ónýtir. Það ekkert flokknar, það laxfiskarnir kom ekki til að komast nema stundum, kajakræðarnir mun ekki komast nema stundum og svo framvegis fyrir utan að þetta geðbila rokraskats og flutningabílarnir munu heldur ekki komast nema stundum. En þannig að ég sé ógurlega fá rök sem að styðja brú. Við getum bætt við einum efnahagslegum rökum. Geldinganes, framtíða byggingaland, hvað áhrif hefur það að setja 4 akrina hraðbraut með helgunarsvæði þar í gegn? Það eru margir milljarðar af lóðaverði. Erum við ekki búin að segja að göngin er ódýrar þurr uppi staðið? Já, þeir allavega, ég held að það sé, sko verðmunurinn sé ekki þannig að það er bitamunurinn ekki fjár og þegar framkvæmdin er arðbær, ég meina notendur eiga að borga fyrir þetta og þetta, þú veist, 40.000 bílar og reikniði bara 200 kall á bíl, það er fljótt að koma peningar inn fyrir slíka umferð og þó að það verði eitthvað minna í göngum, þá er það samt mjög fljótt að borga sig. En hver eru svona næstu skref? Já, svona önnur en að hlækja sig við vinnuvélar. Ég ætla rétt að vona það að borgarfulltrúarnir ég skil ekki alveg hvað þeir hafa kynningafundinir eru náttúrulega í dag og bara í þessari viku en mjög svíður eiginlega sára borgarfulltrúarnir sem hafa setið þunnu hljóði á samráðsfundum að gangna valkostur hafi ekki verið setturinn fyrir alla leið bara sætir furðu að það vanti alla greiningu á lýðheilsu áhrifum sætir líka furðu. Þetta er bara þessari vinnur verulega ábótavant og það er sorglegt því ég er vissum að hún hefur kostað óhemmi fé. Já, ég vildi gjarnan sjá það, 2 milljarðar hvað ég var að giska á. Þeir voru með þennan bát að mæla í allt sumar, eða fyrra sumar. Já, það væri mjög fróðlegt að fá að vita hvað bara þessi skýrsla hefur kostar, sko. En hvernig, almenningur, fólk sem kannski býr ekkert endilega á svæðinu en svona ber taugar til þess, hvernig getur það tekið þátt í eitthvað bara? Sko, það byrja núna kynningafundi, það er einn núna á eftir upp á Kjalarnesi í Kleibergsskóla, svo, sem sé, núna síðdegis á mánudegi og svo á morgun verður á Hilton hótelinu klukkan 5:30 svona fyrir Laugardalsmegin og svo upp í Grái. Já, upp í hérna Borgum á miðvikudag. Og þetta eru fundir sem eru opni bara? Já, við stendur fyrir þeim. Svo eru líka mjög fundir í Mosó vegna þess að við skulum segja að ef að það sem gerist þar er að þar standa vonir eflaust til þess að drægjur umferð. Já, eftir að sjá það gerast vegna þess að það er byggt svo svakalega í Mosfellsbæ að eins og enginn sé morgundagurinn en þannig að þau fengju jákvæð áhrif af því að drægi úr umferð en þau fá gríðarlega neikvæð áhrif af því að þau munu missa varmarósana sína, þau munu missa Leiruvoginn, það verður ærandi hávaði á Blikastaðavellinum, golfvellinum sem á Korpuvellinum sem eru líka lífsgæði, sem eru líka eitthvað svirði. Það er svo margt sem að menn gleyma að kostar þegar upp er staðið. Og vegagerðin hefur hingað til yfirleitt alltaf hort á framkvæmda kostnað, það er að segja kostnaðurinn í dag og það gleymist hvað kostar þetta eftir 20 ár, ef við dreifum þessum framkvæmda kostnaði á 20 ár, hver eru áhrifin af viðhaldi, lokunum, lífsgæðum og öllum þeim þáttum sem þarna skipta máli. Horfum til framtíðar til tilbreytingar. Já, skulum láta það kannski bara vera að loka orðin hérna hjá okkur í dag. Takk okkur kærlega fyrir að koma Ásta Þorleifsdóttir og Gauti Kristmannsson. Við fylgjumst grannt með hérna framvindinni og óskum ykkur bara allsins besta í þessum málum. Og þá ekki við það meira hér handavilli. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
Já, við ætlum að halda áfram með umræðu umhverfismál og yfirskrift þessa þáttar umhverfisátökin. Ég svolítið innblásin af þingi sem að ég sótti á laugardaginn í húsi Vigdísar, Veröld, þar sem að náttúruverndarsamtök voru svona að leggja spilin á borðið hvað var það rammaáætlun og virkjanir sem áður voru friðaðar en gætu orðið að veruleika. Og ég heyri til dæmis hérna Sigurð Inga Jóhannsson, formann Framsóknarflokksins á Sprengisandi í gær, lýsa því yfir að nú væri svo komið vegna gervigreindarinnar og vegna orkuskiptana að við þyrftum að auka orkuöflun tvöfalt á næstu árum og ég held kannski að einhver myndi skrifa frétt þetta þessi ummæli en nei, það gerði það ekki neitt. Og við hendum svona svolítið til og frá í því hvort við eigum að huga meira að umræðu víðernin, ósnortnu, hvernig þetta talar saman orkuskiptin og mikilvægi aukinar orkuöflunar, vindorkan kemur inn í þetta líka. Fyrir skemmstu var ég hér með verkfræðing sem að sagði að sólarorkan myndi leysa alls konar vandamál í veröldinni og væri rísandi og í dag eru komnir til þess að ræða þessi mál við mig ekki á öndverðu meiði en koma samt úr ólíkum áttum. Hallgrímur Óskarsson, þú ert framkvæmdastjóri Carbon Iceland og þið eru svona að horfa til vindorku, það ekki að einhverju liti? Ekkert endilega vindorku, við erum fyrst og fremst að horfa til þess að fanga losun frá stóriðinni, þannig að hún fari ekki lengur út í andrúmsloftið og það er að nota hefðbundna orku frá vatnsaflsverum eða jarðvarmaverum eða vindorku. Þannig að bara aðalmálið er að fanga losunina. Já, þú ert allavega ekki með fordóma gagnvart vindorku hér á landi? Nei, og því að vindorka gæti nýst í þetta sem dæmi og gæti verið mjög góð viðbót. Og þú, Þorgerður María Þorbjarnardóttir, þú ert formaður Landverndar. Já. Og ég sá aðeins í skottið á þér á þessu þingi, Hallgrímur, en þú sast allt þingið með mér. Já. Og ef við byrjum kannski aðeins á því að það var svona, það kom fram að vísindarök og pólitísk rök þau ættu í svoleiðslegum átökum og get ég spurt þig til að byrja með það þín tilfinning að vísindarökin verði hallloka undir pólitískum rökum þessa dagana? Já, í þessu máli mér fannst mjög svona góð samlíking sem að kom frá varaformanni ungra umhverfisina ef að við erum með rammaáætlun og þar farið yfir þessar hugmyndir og þær flokkaðar og í rauninni rammaáætlun hafi kannski verið svolítið búin til þess að hvar ætlum við að virkja næst. Þú getur bara sett inn orkunýtingar hugmyndir og þú getur bara friðað gegn orkunýtingu. Þú getur ekki sett inn hugmyndir verndun inn í rammaáætlun. Að við erum með til dæmis Hafró, við erum með kvóta. Það myndi aldrei fara þannig að vísindamenn segja hér er kvóti á fisk og það fer inn í þingið og pólitíkusarnir ákveða að taka það fyrir og segja nei, vissið það er svo mikil eftirspurn eftir þorski. Við bara ætlum að veiða meira og við ætlum ekki að rökstyðja það neitt. Meira heldur en bara fólkið þarna á einhverjum stað vill veiða meira og við ætlum bara að gera það því við getum selt það. Þannig förum við ekki með náttúrulegar auðlindir. Orkuauðlindin hins vegar er þannig á Íslandi að við erum með rammaáætlun þar sem að fari í faglegt mat og fari í mjög mikla vinnu við að meta áhrif, gefa einkunn, forgangsraða og síðan fær pólitíkin það í hendur. Það hefur aldrei áður gerst að ráðherra, svo ég viti, svo ég muni, hafi tekið flokkun og hvað þá úr vernd og sett í bið eða úr bið og sett í nýtingu áður en þetta fer inn á þing. Þarna hafa inn á þingi hafa hefur ýmislegt færst til sem er heldur ekki gott.
en við erum svona uggandi yfir því að sko að þessi faglega rökst, að þessi liti á þetta sem eitthvað svona eina skoðun, jafnvel gefið í skyn að fólki sem að þar starfar sé ekki hæft til þess að forgangsraða og vinna að þessu, án þess að það sé tekin dæmi ófagleg vinnubrögð. Þarna pólitíkin komin í, og það er haft eftir forstjóra Landsvirkjunar sem að sagði í viðtali 2023 að þarna fólk sem hefur bara úttalað sig að þurfa ekkert að virka meira á Íslandi, er það hægt að taka svona ákvarðanir, en hann benti ekkert á hvar þetta fólk hefði verið ófaglegt. Það er þannig með alla, er það frekar eitthvað sem að vill mjög mikið fara í virkjanir, er hann frekar hæfur til að meta vísindalega og búa til skema og þetta er allt mjög gagnsætt hjá þeim. Það er aldrei til nokkur manneski sem er fullkomlega hlutlaus, en með því að hafa ferli gagnsæ, með því að sýna fram á allar rannsóknirnar, allar skýrslur sem vitnaði með sína einkunnagjöfuna, þá er þarna mjög góð rök fyrir þeirri flokkun sem að rammaáætlun fer í, og það sé hægt að segja bara, þetta er ég vil bara fara í þessa virkjun, setja hana í nýtingu úr byggð. Ég ætla að slaufa því að vitum við ekki nóg mikið haförnin, áhrif á hann, vil bara setja beint í nýtingu. Þetta er alvarlegt, finnst mér, og þarna er verið að í rauninni láta eins og þessi vísindalegu rök séu, ég vil bara einhver svona skoðun sem er ekki gott. Nei. Svo sá ég að framkvæmdastjóri Landverndar, hún Björg Eva, hún segir í nýlegum pistli Jóhann Páll Jóhannsson orkumálaráðherra boða risaframkvæmdir í öllum landshlutum, stór aukna orkuöflun og einföldun ferla til að flýta nýtingu. Og hann nefnir þarna virkjanakosti, virkjanahugmyndir sem voru mjög til umræðum á þinginu, Kjalölduveitu, Héraðsvötn, Hamarsvirkjun, allar á víðernum, að þær fá ekki vernd eins og verkefnastjórn hefur endurtekið ráðlagt, og vindorkuver í Garðsdal færi einnig í nýtingu. Er þetta bara staðreynd, eða er þetta skoðun að er umhverfisráðherra að fara fram núna með einhverjum þeim hætti sem að þið í Landvernd teljið ykkur ekki hafa séð á þeirra? Eins og ég sagði, hann er að taka þarna sem ráðherra og fara og leggja inn á þing og breyta frá því sem að rammaáætlun leggur til án svona haldbæra raka. Það er fyrst og fremst bara það er atvinnustefnan og að það muni mögulega vera mikill vilji til þess að afla meira orku, að þá eigi að taka kosti sem hafa verið flokkaðir í vernd og setja þá í bið út af því við viljum að bíða og sjá hvort að forsendur breytist. Forsendur náttúrunnar, forsendur rannsóknana á verndargildi svæðana. Það mun ekki breytast nema mögulega til frekari verðmæta vegna þess að við erum á jörðinni að eyða búsvæðum, dýra, víðernum allan heim. Snortin svæði eða lítt snortin svæði mun bara vaksa í verðmætum. En verðmætin eru kannski síst fjárhagsleg oft á tíðum. Það er kannski aðalega ferðamenn sem koma hingað til þess að sjá þessi víðerni sem eru þessi fjárhagslegu verðmæti, en verðmætin eru enga síður mikil þótt að þau séu kannski á endanum fjárhagslega. Það er hægt að, ég meina það er til alls konar tilraunir til þess að meta það, ég vil ekki að fara kannski djúpt út í það, en þau eru verðmæt og mikilvæg og það er ástæða fyrir því að þetta er metið í vernd. Það er augrandi spurning hvort orkuskiptin geti eyðilagt náttúru Íslands. Ég held ekki. Það er kannski þessi hugmyndum orkuskipti sem að mér finnst það sem ég hugsa gæti að færa á versta veg er að við trúum því alltaf að það sé verið að virkja fyrir orkuskipti og það fari alltaf, þú nefndir gagnaver og gervigreind. Eins og staðan í dag þá er það sá sem býður best sem fær samning
og það eru Evrópulög sem að tryggja það að við eigum að taka þeim samningum sem bjóða hæst verð og ég held bara að rafeldsneyti sé ekki samkeppnishæft. Við þurfum ekki að virkja meira til þess að rafbílavæða Ísland en við þurfum orku í rafeldsneyti en þá þurfum við líka að taka ákvörðun hvernig við ætlum að gera rafeldsneytið samkeppnishæft við gagnaverin, við allt hitt og ég sé það ekki gerast. Mér finnst þessi ríkisstjórn, mér finnst stjórnvöld almennt bara ekki vera að skoða hvernig þau gera það. Þetta er spurning hagvöxt, þessi orkuöflun sem að þessi ríkisstjórn keyrir á en ekki orkuskipti meðan við þá samkeppnisstöðu sem að rafeldsneyti hefur í dag. Okay. Hallgrímur, þú kemur úr náttúrulega annarri átt. Já, þú veist kannski meira samkeppnishæfni rafeldsneytis en ég. Þú sem sagt ert með fyrirtæki þar sem að þið stefnið að förgun CO2. Já, við stefnum að því að fanga CO2, þannig að losun eins og frá stóriðu fari ekki lengur út í andrúmsloftið og svo er spurning hvað er gert við öll þessi mörg 100.000 tonn af CO2. Sumir hafa vilja setja það í jörðina en Carbon Iceland ætlar ekki að gera það, heldur að svona hagnýta það og til dæmis ef að losun frá einu álveri yrði fönguð, þá er hægt að framleiða umhverfisvænt eldsneyti fyrir allan fiskiskipaflotan sem dæmi og þetta er auðvitað mjög falleg hringrás. Losunin ekki lengur út í andrúmsloftið og fiskiskipin kaupa þá ekki lengur jarðefna eldsneyti. Í ljósi þessara hugmynda og svona ykkar vinnu þá fylgist þú ekki svolítið spenntur með svona orku umræðinni hérlendis, finnst þú polariseruð? Já, og ég held að í mörgum löndum sé einhvern veginn öll umræða orðin mjög polariseruð. En já, hún er svona polariseruð að hluta til vegna þess að það er verið að tala það að við þurfum að taka tillit til vísindalega raka og iðka náttúruvernd og ég held að ég sé mikill náttúruverndarsinni og flestir aðrir, við erum það mörg hver Íslendingar og þegar það er hrópað upp að það þurfi að, eins og stundum er sagt, teppalegja Ísland af vindorkuverum til þess að kalla fram einhver orkuskipti, það er alls ekki rétt það er brot úr 1000% af landi Íslands sem þyrfti að vera, kannski 3 til 5 staðir það sem þyrftu að vera vindorkuver ef við ætlum að nota vindorku alfarið í að sjá orkuskipti sem dæmi. Þannig að þetta er mjög lítill hluti af landsvæði sem myndi fara undir slíkt. Þannig að það er ekki verið að teppalegja að neinu leyti. Þetta yrði sjálflegt sums staðar en ég er hlynntur því að vernda náttúru og ég sé bara mikil tækifæri í að vernda mikilvæga staði og hafa þá eins og þeir eru en á sama tíma væri hægt að þoka málum áfram þannig að Ísland geti verið í fararbroddi að hætta að nota jarðefnaeldsneyti og fasa það út á kannski 5 árum, 5 til 10 árum og nota umhverfisvænt eldsneyti í bland við rafmagn og aðra slíka þætti í að gera Ísland virkilega umhverfisvænt þannig að losun vegna jarðefnaeldsneytis myndi dragast mjög mikið saman. Það hefur rætt að vindorku kostir hér gætu verið dreifðir á 30 til 40 staði jafnvel ef svona ítrustu hugmyndir ganga eftir og þetta eru þá einkaaðilar og það kom nú aðeins fram á þinginu að þú getur jafnvel bara sem landeigandi einhvern veginn tapað fyrir einhverju business hugmynd og eitthvað svona en er það bara allt í lagi að við værum með vindorkuver á 30-40 stöðum? Nei, þetta er eitt af því sem oft er sagt það er sem sagt teknar allar hugmyndir sem eru á tekniborðinu og það getur vel verið að þær séu 30-40, ég hef ekki talið þær
En auðvitað alveg fjarri lagi að þær verði allar að veruleika. Það mjög eðlilegt að það sé byrjað að kíkja á svæði og segja eigum að hafa vindorkuver hér núna þegar við erum rétt að byrja í íhuga notkun á henni og þá mjög eðlilegt að skoða kannski 30-40 kosti en mér finnst umhverfisráðherra að taka mjög skynsamlega á þessu og prófa til dæmis að hleypa einu í nýtingu. Þetta samt þá númer 2 í rauninni, því að það nú þegar. Þannig að maður spyr sig, hvar stoppar og segir alltaf að hleypa einu í viðbót aðeins að skoða hvenar, þú veist, á að hleypa svona miklu fram fyrir röðina áður en að... Við skulum hafa áhyggjur af því ef að þessi 30-40 eru einhvers staðar á teiknibónu, þau eru það ekki. Nú eru 2 vindorkuver sem að eitt hjá Landsvirkjun, Vaðölduveita og þetta í Garpsdal sem að verið að íhuga að setja í framkvæmd nýtingu og þarna erum við bara með 2 svæði og af 105.000 ferkilometra Íslandi þá það bara mjög lítið þannig að ég held að ríkisstjórnin sé að feta skynsama leið í að taka rétta ákvörðun að taka hæg skref í að nýta vindorku og taka kannski 1 og 1 í viðbót og sjá hvað kemur út úr því og það nú eitt af því sem hefur lítið verið bent á að í þeim nágranna löndum hér þar sem vindorka hefur verið sett í nýtingu þá hefur fylgi almennings við hana aukist töluvert eftir að þið sjá hvernig hún virka og hvað hún getur gert þannig að í öllum nágranna löndum fyrir utan Noreg þar fylgi almennings við vindorku 64 til 78% í löndum sem hafa nýtt hana. Noregur, þar það 45% og eru vaxandi og og þetta bara nauðsynlegu þáttur eins og þú myndist á í þínum inngangi að það meiri orku þörf en áður, það þessi gervigreind og svo að fasa út jarðefnaeldsneyti og svo ýmislegt annað, það fjölgun og hagfræðingar hafa verið að benda á það að það hefur engin hagvöxtur verið á síðasta ári á Íslandi og ég skil vel að einhver segir við getum ekki bara hort á hagvöxt, nei það alveg rétt að við þurfum líka að horfa á hann því að þetta atvinna heimila í landinu og þarna kemur að svona ákveðnum bolta sem vandasamt að halda á í höndunum sem að öll þessi góðu og gildu vísindarök sem verið að setja á borðið og eru auðvitað mikilvæg þau eru gjarnan kannski horfa bara á ákveðin anga, það verið að fara í rannsóknir að telja fugla og erni sem auðvitað mjög mikilvægt og það verið að skoða lífríki á svæðinu og jarðveg og ýmislegt þannig og allt þetta mjög mikilvægt að leggja á borðið en ég hef ekki séð neina vísta rannsókn sem skoðar þetta í heild fyrir Ísland, það að segja að meta vístalega þáttinn sem mikilvægt og skoða svo þau mál sem að kannski ríkisstjórn bera ábyrgð á að halda upp í atvinnustigi eitthvað jafnvægi þarna á milli, við sjáum það að eins og einu svæði á ráðstefnunni sem var á laugardag þá kom í ljós að það hefðu mælst eða sem þetta staðfest að 4 ernir hefðu á ákveðnum tímabili flogið yfir svæðið. Garpsdals. Já, þar. Og það mikilvægt að vita því, en það til dæmis ekki hægt, það ekki hægt í mjög langan tíma að láta 4 erni ráða því að það komi jákvæð áhrif á atvinnustig eða orkuskipti eða eitthvað svoleiðis. Miklu frekar að setja orkuna í það að ræða og finna lausnir á hvernig hægt að nýta vindorku og vernda ernina og ég heyri það frá þeim sem að þróa þessi vindorkuver að það séu komnar fjölmargar lausnir sem að lágmarki hættuna á
því að þó að sé fuglalíf á svæðinu, það er þetta, það er verið að mála eitt spaðasvartan og það er ýmis önnur rök, eða sem sagt ýmsar aðleiði sem hægt að finna til þess að finna lausn á þessu og vernda náttúruþáttinn sem er mikilvægt. Og ég held að þetta verði alltaf svona tók og það er eðlilegt að sé tók að vernda náttúruþáttinn og líka halda framgangi áfram og svara kallinum meiri orku. Aðeins að kannski biðja þau að bregðast við þessu. Já, náttúrulega sko þessi 4 ernir voru 4 af 36 merktum örnum. Þannig þetta var af ekki mjög mörgum merktum örnum, þá voru þetta margir ernir. Og ég held að það sé ekki hægt að segja að sko við látum að þetta eigi að vera spurning hvort ætlum við að vernda erni eða þessa 4 erni eða þú veist að styðja við atvinnuþróun í landinu. Þetta viljum við öll styðja við atvinnuþróun í landinu, en það sem við kannski erum að benda á í landvernd og eins og á þessari ráðstefnu að sko orku auðlindin, hún er takmörku auðlindin eins og hver önnur, þá við getum ekki endalaust bætt við. Það er staðreynd, við munum ekki, það eru bara auðlindir á jörðinni, við erum með þolmörk jarðar á mörgum sviðum og ég bara deili þeim áhyggjum með Hallgrími og fleirum bara hvernig getum við stuðla að atvinnuþróun, stuðla að lífsgæðum og að við sem sagt og svona sjálfbærni í okkar lifnaðarháttum án þess að ganga of á þessar auðlindir vegna þess að ef við horfum bara 100 ár fram í tíman eða lengra, ef við ætlum alltaf að stefna 2% hagvöxt og alltaf að bæta við, þetta kemur ný tækni, orkuöflun og annað, en það mun alltaf krefjast málma, það mun krefjast of plast, það mun krefjast alls konar hlutar, en það er örgulega nóg til plasti, en það eru ýmis svona aðrar auðlindir sem að göngum á og þá förum við í kannski frekari vinnslu á þeim þar sem þau eru minna hagkvæm og það er orku hagkvæm og þá þurfum við meiri orku. Þetta er bolti sem heldur áfram að rúlla og stækka og við þurfum að fara að horfast í augu það að orkan á Íslandi líka endurnýjanlega orkan sem við framleiðum, hún er takmörkuð og hvernig ætlum við að fara sem best með hana? Ætlum við bara að bjóða alltaf hæstbjóðandi eða ætlum við að vera með hvata, vera með hvata og lata í okkar kerfi til þess að stýra orkunni í notkun sem að við erum hvað sáttust við, sem stuðlar að hvað mestri sjálfbærni og það held ég að sko, og talað gagnaverin, ég held að við eigum eftir rosalega stórt verkefni þegar kemur að gagnaverum að sko ætlum við endalaust að stækka þau líka. Það eru líka takmarkar auðlindir sem að við notum til þess að byggja upp gagnaver, til þess að reka gagnaverin. Öll notum við internetið. Hvað er verið að geyma í þessum gagnaverum? Það veit það eiginlega enginn. Hvar ætlum við að draga einhverjar sko... Ertu það komin út í siðferðislega spurningar eða? Bara bæði og bara... Þetta er svona kannski ákvarðanir sem að ekki vera teknar bara á Íslandi en hvað ætlum við að geyma? Ætlum við að geyma bara allt á internetinu sama hvað það er og nota í það dýrmætar auðlindir. Þetta eru siðferðislega spurningar og En ef við bakka aðeins þessar tölur sem Hallgrímur nefndi svona jákvætt viðhorf til þess að Norðurlöndunum til vindorku hefur þetta verið skoðað hér nýverið afstaða almennings til vindorku mannvirkja? Afstæða svona eins og bara Gallup eða eitthvað slíkt. Hvert viðhorf landans er. Það hefur eitthvað verið gert en ekki kannski held ég með reglubundum hætni en ég held að aðalatriði í svona skoðun almennings sé þessi umpólun sem virðist hafa átt sér stað í Norður-Evrópu og Skandinavíu þegar fólk hefur verið búið að kynnast vindorku og það er alls konar skoðanir, sko ef að vindorka hefur ekki verið leið í landinu þá geta skoðanir verið alls konar og nei, segja margir og skulum bara hafa þetta fyrir utan landið. En við verðum náttúrulega líka að skoða samhengið eins og
Noregur þú nefndir Noreg þar sem að kannski stuðningurinn hvað minnstur, þar Noregur kannski hvað líkust okkur, hvað varðar landslag og þannig að við þurfum að horfa til Noregs og þar hafa verið gerð stór mistök í innleiðingu vindorku, það hafa fallið dómar, mannréttindadómar og annað, en ég held að Já, það samt alls ekki þannig að við höfum bara að horfa til Noregs af því að þar mótþróun mestur. Mótþróun mjög dvínandi í Noregi, þetta 45% núna sem eru fylgjandi vindorku og það fyrst og fremst alveg rétt eins og þú nefnir, þá það þetta verkefni fyrir alls ekki 15 ár, þar sem að voru gerð mjög stór mistök í Noregi, þar sem að vindorku var heimilað hjá stærsta Arnarvarpi í Noregi. Og normenn eru ennþá að svona býta úr nálinni með þetta og þetta voru risa mistök. Við erum ekki að skoða Norega því andstæðan mest þar, við erum að skoða Norega því þar eru mikið af ósnortum svæðum líkt á Íslandi. Það öðruvísi að byggja vindorkuver þar sem að kannski voru akrar, þar sem eru vegir. Og það var alltaf verið megin rök semdir landverndar gegn vindorkunni. Það þessi víðeldis náttúrurök. Já, ég meina á Íslandi ekki skógur. Þetta verður sýnilegt mjög víða. Umhverfisáhrifin eru mikil. Við erum að tala að brjóta land undir vindorkuver eins og að brjóta land undir byggð. Þetta gífurlega mikið af vegum, gífurlega mikið af steypu sem þarf að steypa í undirstöður. Þannig ef þetta á ósnortnu svæði þá þetta mjög mikið landbrot. Það eitt punktur með þetta, ef við skoðum þessa virkjun og grænu orku, það hægt að gera það með jarðvarmavirkjun, með vatnsaflsvirkjun og með vindorku veri, og af þessum 3 valkostum þá langauðveldast að taka niður vindorkuver, og ég hef skoðað svæði í Noregi þar sem var stórt vindorkuver sem búið var að taka niður af því að það var bara búið að vera í notkun og skila sínu, og þeir sem voru með mér í hópnum þeir segja, byrju, hvar var vindorkuverið? Það var hér og sér engin neitt. Þetta mjög, getið ímyndað ykkur eins og upp á Búrfellssvæði ef það ætti að taka niður vatnsaflsvirkjanirnar sem auðvitað verður vonandi ekki gert. Það ekki hægt að taka þær svona smekklega niður. Nei. En landbrot nú samt mikið, sérstaklega á svæðum eins og flest vindorkuver á Íslandi eru á þessu korti sem að Landvernd heldur utanum, náttúrukortið, það sem við erum að setja inn allar þær hugmyndir sem eru á teikniborðinu. Þetta mjög mikið á heiðarlandi, á ósnortnum heiðarlöndum þar sem eru jafnvel votlendi. Við vitum það alveg af reynslunni á Íslandi að endurheimt votlendis, það bara alveg stórt verkefni og við þurfum að fara að endurheimta votlendi og við erum í mikilli skuld þar og allir við þá, þetta framræsir í rauninni mikið af votlendi að ætla að byggja á svoleiðis svæðum. Þetta hann að Búrfells eða Vaðölduver, það alltaf verið að skipta nöfnum þessu. Þar erum við ekki á svoleiðis svæði, en þá erum við komin inn á inn að miðhálendislínu þar sem þetta mun sjást mjög víða á hálendinu og það mjög mikil mótstaða við vindorku á Íslandi og við finnum það mjög mikið í Landvernd að mitt bakland algjörlega bara með miklar áhyggjur af þessu, það mjög mikil andstaða. En bakland náttúruverndarfélaga kann að vera allt annað bakland heldur en bakland almennings. Já, en þú sér það ef að það ég held að þetta sé bara mjög skýrt dæmi það að ef að þegar einhvern veginn það ekki komið, það ekki komið neitt regluverk utan vindorkuna. Það eru þessi einkafyrirtæki sem fara inn í vindorku bransan á Íslandi sem að vera að skrifa umsagnir, tala mjög illa rammaáætlun, vilja ekki vera inn í rammaáætlun, tala niður vísindalega rannsóknir og á meðan að stjórnvöld halda ennþá sér höndunum ekki með neina sérstaka stefnu þetta, þá verðum við bara að horfa á það að þessi 30-40 vindorkuver sem eru á teikniborðinu að þau eru öll möguleg. Þú veist. En ég bara að klára að þegar
það svona mikið óreiða, þegar það eru svona stórar hugmyndir, þegar eru stórar yfirlýsingar, það kallar á mjög mikla reiði. Já. Og það er auðvitað, þú veist, það er auðvitað í mínu baklandi kannski fólki sem hefur mestar áhyggjur af þessu, en það hefur mjög miklar áhyggjur og mjög góðri ástæðu vegna þess að það er, og ég er alveg þar á meðal, ég er ekki að tala um þess að ég sé ekki partur af þeim hópi, en áhyggjurnar eru af því að það er lítil, það er mjög mikið svona stjórnleysi og mjög stórar hugmyndir. Það kom líka fram á þinginu að raddir náttúruverndar væru veikar, við höfum stundum talað um svona þingmannasamsetningu, að það eru ekki svona mjög háværir umhverfisverndarflokkar inn á alþingi núna og peningar, hættan á að peningar kaupi allt, hún vomi náttúrulega yfir mörgum sviðum. En Hallgrímur, þú vildir aðeins koma inn í þetta? Já, sko þarna erum við, það er nefnilega að svo mörgu leyti það sem að, ég tala mikið við landverndafólk og að svo mörgu leyti sem að við erum bara sammála. Ég er til dæmis bara megninu til sammála því sem Þorgerður var að segja núna að vernda á réttum stöðum. Ég sé ekki allar þessar áhyggjur sem að er verið að reyna að kasta fram að hér sé að bara fara að virka allt ef við skoða síðustu 20 ár. Er það ekki 2006 síðan var síðast virkjað og síðan... Nei, það hefur aukist 20% Já, síðustu 10 ég er að tala þá svona stórar virkjanir. Þetta hafa litlar virkjanir komið reglulega. 2006 er hins vegar rosalega stórt ár því að þá er Kárahnjúkavirkjun og þá hefst öll þessi umræða 19 ár síðan rammaáætlun í kjölfarið á Kárahnjúkavirkjun fer að verða... Já, ég var að tala um þessar svona stóru virkjanir. Ég veit að þessar litlu virkjanir hafa reglulega komið hérna fram. En ef við skoðum stóru myndina þá er þessi tregða gagnvart virkjunum, hún er sem sagt hjá náttúruverndarsamtökum bara búin að hafa mjög mikil áhrif og það er bara mjög jákvætt, þannig að sjónarmið náttúruverndar komi skýrt fram og þar hefur Landvernd staðið sér bara mjög vel að halda þeim sjónarmiðum á lofti og meðal annars hefur það leitt til þess að það eru risastór spurningamerki hafa verið sett virkjanir og það hefur hægt mjög mikið á því sem að virkjana aðilar hafa viljað fara út í, þannig að bara áhrif landverndar eru mikil og það er bara fínt að halda uppi þessi sjónarmiðum, en ég hef ekki áhyggjur að hér sé kom eitthvað ástand það sem að verður farið að virka allt mögulegt eins og stundum er kallað. Ég bara sé það ekki gerast og ég held að ríkisstjórnin sé á ágætis jafnvægi stað með þetta og myndi ekki fara heimila eitthvað slíkt. Við sjáum að Landvernd eftir mjög mörg ár, Landsvirkjun eftir mjög mörg ár fekk leyfi fyrir Vaðalduvirkjun og svo er verið að prófa einn einkaaðila núna sem að fær líklega nýtingarleyfi. Og ég er ekki sammála því að því ég heyri nú í aðilum sem er að þróa vindorkuver og Þorgerður sagði að þeir voru mjög á móti rammaáætlun. Ég hef talað reglulega við þessa aðila, ég heyri það ekki þessi á móti þessari rammaáætlun og þeir bara virða hana, þeir segja já þetta er lög á Íslandi, við virðum þau og mér finnst of stökk mynd oft máluð af þeim sem er að þróa vindorkuver á Íslandi. Ég get til dæmis nefnt einn aðila sem er erlendur og hann er í eigu norskra sveitarfélaga sem dæmi, þar sem eru mjög háir staðlar umhverfisvernd, siðferði, skila tilbaka til þjóðfélagsins, standi vel í að virða umhverfi, áætlanir að taka vindorkuveri niður að notkun lokinni, það er oft eftir 25 ár og ég bara, þegar ég kynntist þessum viðhorfum þá var ég bara mjög hrifinn. Þetta er alls ekki í takt við eins og svona þessa svörtu málingu sem stundum er sett á vegginn og sagt að allir þessi aðilar séu ómögulegir. Þeir eru bara mjög viljugir til samstarfs að virða rammaáætlun sem þeir hafa gert og að fara eftir þeim sjónarmiðum, ekki bara íslenskum lögum heldur þeir sjónarmiðum sem að Landvernd og náttúruverndar setja fram og Þorgerður minntist líka á að það sé ekki búin virðing fyrir vísindavinnu.
ég sé þá bara bera mikla virðingu fyrir vísindavinnu, þeim sem að þróa vindorkuveru, og ef við tölum ráðstefnana sem var á laugardag, þar kom fram í máli meira þess að gagnmerkir á góðra vísindamanna sem voru þar að tala að þegar þeir vísuðu í sko erlenda sérfræðingar sem eru líka vísindamenn, sem að kannski vindorku þróunar aðilar hafa ráðið, að þá var nú mjög stutt í að tala þá niður, jafngildir vísindamenn, að tala jafngilda vísindamenn niður, þannig að þetta svolítið það eru svolítið mikla tilfinningar í þessu, og ég held að séu ekki margir sem eru bara að fara eftir vísindarökum. Það miklu frekar þannig að aðilar sé að tína til vísindarök sem að hendar þeirra trú. Mér langar aðeins að taka þennan bolta með tilfinningarnar, að það ekki skrítið að það séu miklar tilfinningar í þessari umræðu þessa dagana. Eitt náttúrulega ást Íslendinga gagnvart óspjallaðri náttúru og þessi heimspekilega hugsun að við búum í landi sem á sér enga líka hvað varðar þetta, og við getum kannski tekist á við verðtryggingu og skýta veður og alls konar óréttlæti bara ef við eigum eitthvað stað út í náttúrunni sem að okkur líður eins og engin annar viti af, og það það eitthvað heilagt í huga margara Íslendinga, ekki síst þeirra sem alast upp út á landi eins og hvað mig varðar. Það sem að mér finnst annað sem varðar tilfinningarnar hvers vegna erum við að ræða þetta? Jú, við erum að ræða þetta vegna þess að ef ekkert verður aðgert eins og ef stefnir í það sem ef framvindur eins og horfir, þá erum við að tala 3 gráðu hamfaralínun fyrir næstu aldamót. Við erum með glænýjar rannsóknir sem að mæla stóraukna hættu á að golfstraumurinn geti stíflast hér. Stundum finnst manni eins og að við missum svolítið sjónar á boltanum. Boltinn að lífríki náttúrunnar og mannvist á jörðinni hreinlega í hættu að óbreyttu. Já. En ég vil að fá að En má ég aðeins klára samt? Okay. Það hlýtur að vera stóra verkefnið. Já. Að við finnum leiðir til þess. Mér svona stundum fundist þegar við erum að rífast þessa tegund og orku eða eitthvað, að við missum kannski af stóra samhenginu að umræðan ætti að vera til hvers orkan notuð. Hún sannarlega að fara í það að hamla gegn eyðingu mannkyns? Já. Og ef svarið já við því, maður þá ekki með jákvæðara viðhorf gagnvart þeim orkukosti heldur en einhverjum öðrum. Hins vegar ef öflin að selja okkur orkukosti og virkjanir á þeim grunni að það bjarga heiminum, en orkan fer svo eitthvað allt annað, eins og gagnaver, þá situm maður svolítið upp með svarta pétur. Getur við hans rætt þetta? Þetta náttúrulega gagnaver ekki eitthvað alls slæm, en þetta takmörku auðlind, og það eru mjög margar takmarkaðar auðlindir á jörðinni. Ég get nefnt, við ætlum alltaf við erum að tala að við ætlum bara að taka aðeins meira af náttúrunni til þess að bjarga náttúrunni frá loftslagshamförum. En við tölum ekki nú mikið að taka af öðrum hlutum. Ég get nefnt áliðinaðinn. Álframleiðsla svona hráframleiðsla, og það hægt að endurvinna ál, við gerum ekki nærri því nóg mikið af því. Við höldum alltaf að getum bara sótt meira. Það eru takmörk hvað við getum sótt meira lengi. Þannig að þegar við erum að horfa til framtíðar, til langrar framtíðar, þá verðum við átt okkur því að hráframleiðsla mun þarf að dragast mjög mikið saman. Við þurfum að fara í miklu hægari nýtingu á þessum auðlindum. En ég líka að fá að bregðast við því að það sé einhvern veginn bara sjónarmið landverndar sem að hafa einhvern veginn haldið öllu aftur. Það kannski jákvætt að einhverju leyti að fólk hafi svo miklu að trúa á landvernd. Ég segi alls ekki að það veri sjónarmið landverndar, heldur bara að eitt af því, landverndar eitt af því sem að hefði með jákvæðum hætti sett á borðið upplýsingar náttúru og náttúruvernd. Og ég var ekki að segja að landið væri það öflugt en það náttúrulega var líka, það var efnahagshrun, Kárahnjúkar höfðu gífurlega mikil áhrif. Það var vaðið yfir svo mörg ferli
og vaði yfir fólk, yfir vísindalega rök. Já, Kárahnjúkavirkjun bara svindl. Það skemmdi raunverulega mjög mikið fyrir og bjóð til mjög harða andstöðu og bara réttlætanlega andstöðu. Og við getum alveg, við verðum að horfast í augu við það að það traustið til Landsvirkjunar í mörgum krensum ekki mikið. Við sjáum framkvæmdaleyfi falla, þau halda áfram framkvæmdum, það þarf úrskur frá úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála til að stöðva framkvæmdir sem áttu að vera eitthvað námuvinna eða eitthvað sem var augljóslega virkjanaframkvæmd. Þetta er ekki til þess fallið að fólk treysti, en þú veist að tala um stóru myndina. Já, þetta er náttúrulega stærsta spurningin. Í hvað fer orkan? Ég alveg sammála þessu. Þessi spurning sem þú settir fram, að við erum hér að horfa á mjög miklar náttúrubreytingar og þar finnst mér náttúruverndar fólk sem hefur þessa góðu fallegu hugsun að vernda náttúruna. Ef að náttúruverndar fólk alfarið og að öllu leyti á móti virkjunum, að þá erum við í vanda með að bregðast við loftslagsbreytingum vegna þess að við þurfum meiri orku til þess að vinna hratt gegn loftslagsbreytingum. Það ekki hægt að segja minnkum bara losun vegna þess að það mun kannski taka 50 til 70 ár. Það of seint. Þess vegna þurfum við orku til þess að bregðast núna og hraða á vinnunni í að berjast gegn loftslagsbreytingum. En ekki sumir að klæða þessi skrefi í trójuhesta? Þeir undir yfirskinni þess að þeir séu að bjarga heiminum, draga úr losun, draga orkuskiptum. Ég hef áhyggjur af því út af Evrópusambands reglugerð um viðskiptum raforku að við verðum eiginlega að selja hæstbjóðanda. Þetta er orðið svona markaðskerfi og mér finnst stjórnvöld vera að skila auðu í því hvernig stýra á orku sem verður til í orkuskiptaverkefni. Að því ef að það ekki gert, ef að það spurning að það far, og gagnavera ekki hræðileg, en það sem ég að segja, það ekki endalaust hægt að bæta við. Ef við ætlum að nota þessu orku í orkuskiptin í rafeldsneytisframleiðslu, ætlum við að framleiða rafeldsneyti á Íslandi, mér finnst því ekki hafa verið almennilega svar vegna þess að það ekki samkeppnishæft eins og En aftur á þessum kjarna sem við erum að ræða, ég skaut inn í þessu með trójuhestin. Eru menn að sigla undir fölsku flaggi? Ég hef ekki séð það. Ég hef séð til dæmis, að því við erum að tala um vindorkuframleiðendur, ég hef séð vindorkuframleiðendur stiga fram og segja við höfum áhuga að fá leyfi til þess að nýta vindorku í 20 ár, 25 ár og skuldbind okkur til þess að sú vindorka fari alfarið í orkuskipti. Mér finnst það vera mjög góð dill. En mega þau það á grundvelli Evróputilskipunarinnar? Ef þú varir að þróa vindorkuverkefni þá bara ræður þú hverjum þú selur vindorkuna. En þú setur það inn á markað? Nei, það hægt að selja beint til aðila. Þú mátt ekki virkja og segja ég að virkja eins og var gert í Kárahnjúkum, ég að virkja fyrir þennan kaupanda. Það hægt að vindorkuaðili getur selt einum aðila alla orkuna sína og hún fer þangað. Það hægt. Já, en eins og ég skil þetta, þá er mjög mikið aukin krafa um að fara inn á svona opna markaði sem almenningur inn á og að þar sé mikil krafa að selja til hæstbjóðanda. Vindorka bara áfáa kaupendur hér á landi. Öll stóriðan hún þarf jafnorku, heimili heiltur og jafnorku líka. Það eru bara mjög fáir kaupendur að vindorku vegna þess að hún svo rosalega breytileg. Og það hægt að setja henni inn á kerfi Landsnets en af því að hún svo breytileg þá eru svo fáir aðilar sem að geta sagt, hér komin segjum orka frá Vaðölduvirkjun, en hún stundum mikil og stundum engin og þess vegna ætlum við að fara í fjárfestingu á einhver nýri verksmiðju. Þeir þurfa, mjög margir þurfa orkuna jafnt og þess vegna mjög heppilegt í tilfelli vindorku og hún sé eyrnamerkt ákveðnum verkefnum. En ég myndi skilja stór aukna
orkuþörf sannarlega, ef hún ætti að fara sannarlega til góðra verka. Já. Ef hún fer í að bjarga heiminum frá því að tortímast, þá skil ég það, þá er ég til í að gefa kannski smá afslátt persónulega af einum dal sem ég annars hefði viljað hafa á sínum stað. Ég vil ekki gefa ótakmarkaðan afslátt, en mér finnst mjög svona óljóst í þessu kapplaupi sem núna er hafið virkjanakosti, hvort þetta er að gagnast í umhverfismálunum. Já, ég held að þetta sem þú ert að nefna, það er hugmynd sem að hefur verið nefnd nokkuð ítrekað svona síðasta árið hér á landi og ég skrifaði meðal hans eina grein það á síðasta ári og ég held að við getum öll mæst akkurat á þessum punkti, þar að segja við þurfum aukna orku en við ætlum að skilyrða þessa nýju orku að hún fari í að laga þetta ástand í heiminum, fari í orkuskipti, fari í að berjast gegn breytingum á loftslagi, fari í að þá ómeðvitað á endanum fari í að laga mögulega amok straum og annað sem við þurfum að gera til þess að það verði ekki hér í heiminum svakalegar breytingar á búsetu háttum fólks. Þannig að ég held að þarna, ég er alveg sammála því að við ætlum að segja bara, já við ætlum að fara að virkja miklu meira og orkan má bara fara í eitthvað. Ég held að við séum öll sammála að það er svona vilda vestrið og ég held að við eigum hérna einn punkt í miðjunni sem við getum öll saminast, náttúruverndafólk, fólk sem er umhugað áframhaldandi atvinnu og svo fleira og umhverfisverndarfólk, að saminast á þessum punkti að við ætlum að fara í meiri orku sem auðvitað ekki 40 virkjanir eða eitthvað þannig, heldur bara skynsama fjölgun virkjana og að orkan fari þá í þessi mikilvægustu málefni, fari ekki í þá bara hvaða verkefni sem er. Ég held að það sé punkturinn og þar þarf ríkisstjórnin að stíga inn í og finnst þér hún vera að gera það? Já, hún er bara búin að starfa í 7 mánuði þessi skulum gefa henni hún er allavega ekki búin að setja fram kannski alveg nægilega þætti ennþá en mig grunar að eitthvað sé í undirbúningi og það er til eitt sem að hérna er undir verndar eða sem sagt er á starfsviði forsætisráðuneytisins sem heitir eigendastefna ríkisins og þar er sett fram svona stefna að fyrirtæki sem að ríkið á að þau skuli starfa eftir ákveðnum reglum og það er grein með minna þessi 7. grein sem segir að ákvarðanir innan fyrirtækja skulu vera teknar þannig að ég man ekki hvernig það er orðað en það er orðað með mjög almennum hætti að umhverfismál og sem sagt svona mál þeim tengdum séu höfð að leiðarljósi. Þetta er orðað það almennt að fyrirtæki eins og Landsvirkjun getur í rauninni bara ákveðu hvað sem er. Ef þessi eigendastefna yrði styrt þá væri hægt að ýta aðilum í þá vegferð og ekki bara Landsvirkjun heldur öðrum aðilum að ef þeir ætlaði að fá leyfi fyrir nýri orku þá þarf að sýna fram á hvert sú orka á að fara og auðvitað hún á auðvitað fara að halda áfram að fara til heimila og tryggja lágt verð til heimila og endilega leysa þetta með hérna dísilrafstöðvar bæði á Vestfjörðum og líka í fiskimjölinu sem er alltaf kveikt á haustin. Þetta er svona brýnuverkefni og svo er líka þetta verkefni að fara að framleiða umhverfisvænt eldsneyti þannig að við getum bara fasað út jarðefnaeldsneyti. Ef að ný orka fer í þetta þá erum við heldur bara öll sammála að það sé í lagi að auka orkuöflun upp á ákveðnu marki. Já, ég held að þetta er alveg rétt og þessi eigendastefna skiptir máli en mér finnst þú að byrja á öfugum enda. Þú segir ríkisstjórnin bara búin að vera í 7 mánuði. Það hefur samt lagt fram gífurlegt magn af frumvörpum af flokkun virkjanakosta af einföldun ferla. Ég held að það væri betur til fallið til traust að skoða þessa hluti fyrst að því ef þú ferð að ég hrædd að það fari fram að við förum fram úr okkur
Kom líka fram helgin að hætta á að sérlög hverja og eina virkjun muni leysa af rammaáætlun. Og auðvitað er mikilvægt að við séum með þessa eigendastefnu þannig að Landsvirkjun geti valið þau verkefni sem að kannski skora herra í umhverfismálum, en mér finnst það ekki vera staðan í dag og mér finnst tónninn sem ég fæ, svona, sem ég heyri út úr gerð af atvinnustefnu og svona að það verið að skoða hagvöxt og það er eina markmið í þessari atvinnustefnu. Svo kemur loftslagsstefna, þar verður náttúrulega að tala saman, en bara hagvöxtur ekki sama hagvöxtur. Þú veist, Jeff Bezos getur verið helmingi ríkari, það mjög mikill hagvöxtur í því. Við eigum að vera að nota velsældarvísa til þess að skoða þessi mál heldur en bara hagvöxtinn. Hagvöxtur einn hluti í mælikvarða hversu vel okkur gengur. En það sem við getum öll verið sammála að það þarf að draga úr losun, stórminnka losun, það þarf að við þurfum að reyna að nýta þá tækni til að farga og þú talar að fanga og þitt fyrirtæki þar. Við þurfum væntanlega allt þetta þrennt. Við höfum fengið mjög góða ástæðu til þess að svona sparki rassinn. Þetta mjög sterk vekjaraglukka hjá okkur með hafstrauminn. Ef hér verður óbyggilegt vegna þess að golfstraumurinn hygstar að það sem að mér finnst bara ég undra mig á því á hverjum degi hvað lítil umræða þetta, lítil áhersla. Jú, þetta aðeins handa við hornið, en samt þetta eiginlega bara á morgun og ég að velta því fyrir mér hvernig við getum fundið leiðir til þess að efla þetta samtal. Þetta sérstaklega rétt hjá þér þegar þú segir að þetta á morgun vegna þess að stórtækar lausnir sem að þarf að fara út í til þess að vinna gegn þessari þróun, það að segja berjast gegn loftslagsbreytingum, það taka 5, jafnvel 10 ár í undirbúningi og allra síðast í séns já, þessna það ekki að það bara, við skulum bara ákveða 2029 að þá ætlum við að fara fullt. Ef við ákveðum núna í dag að fara á fullt, þá erum við að fara á fullt einhver tímann 2030 eitthvað og hvert ár tekur mjög mikið. Þannig að þarna erum við í dálitlum vanda vegna þess að ég alveg sammála að ríkisstjórnin þarf kannski að forgangsraða og vera svolítið svona flaggskip í því hvert á orka að fara. Það ekki hægt að hafa þetta villta vestrið áfram vegna þess að ég ímynda mér þá að gagnaver og gervigreind yfirtæki 95% af orkunni vegna þess að þar liggja peningar. Það ekki mikið gagn í því í baráttunni gegn loftslagsbreytingum og torkunni í að framleiða fleiri kattamyndbönd. Það ótækt og sæstrengur geti líka verið einhverju hugmynd í framtíðinni, það svo sem ekkert langt 2014. Ég held að hann verði aldrei. En 2014 þá ræddi forstjóri Landsvirkjunar þá hugmynd og hann skeytur stundum upp í miðflokknum þessari hugmyndu svona. En ef einhvern tímann verður talað eitthvað vitið því að leggja sæstreng, þá skiptir máli hvort orkan í gegnum sæstrengin að bjarga heiminum eða ekki. Sæstrengur held ég bara borga sig ekki. Ég bara tala siðferðislega. En við getum flutt út orku með rafelsneyti. Það gæti gerst. En það sem ég hef áhyggjur af loftslagsbreytingar og losun kolefnis. Við ætlum að draga saman á þeim skala sem þarf fyrir sem IPCC segir, og ef við ætlum að taka mark á IPCC og IPBES sem líffræðilega fjölbreytni á sama tíma, þá gífurlegur viðsnúningur sem það sér stað. Viðsnúningurinn tæknilegur, hann líka samfélagslegur og ef við þurfum að gefa eitthvað eftir og það sem ég finnst vera ríkjandi að við erum tilbúin að gefa eftir. Við eigum að vera tilbúin og það svona pressa, við eigum að vera tilbúin að gefa eftir einhverjar náttúru til þess að
að hafa sko það komið út í plus svona í stóru myndinni en við tölum ekki nóg mikið allt hitt sem við getum gefið eftir og eigum að gefa eftir og ég ekkert bara að tala álið er þetta langstærsti orkuframleiðandinn á Íslandi en þetta líka spurningum að snúa og breyta samgönguminstrum okkar, hvernig við ferumst til útlanda ýmislegt svoleiðis og meðan við getum ekki einu sinni komið upp lesta sporvagni eða allavega samgöngum fyrir endurnýjanlegum orkugjöfum almenningssamgöngum milli Keflavíkur og Reykjavíkur sko, byrjum þar mér finnst bara mjög erfitt að það sé alltaf svona byrjað því að tala hvað ætlum að gefa eftir mikið að náttúru samtalið alltaf þar og alltaf leið, við skulum tala það en við verðum að tala hitt líka. Það góða punktur. Hallgrímur, ég ætla að leyfa þegar ég að loka orðið, við þurfum að fara að hætta. Hvað þessi tækni komin langt með fanga, farga, sko, það hefur ekkert blásið byrjað fyrir Carbfix? Það allt önnur tækni. Carbfix bara sem sagt að taka það sem búið að fanga og setja ofan í jörðina. Já. Og öðruleyti sko þessi tækni bara komin það langt að það byrjað að framleiða rafeldsneyti á mjög mörgum stöðum í heiminum. Það meira að koma í RÚV fréttum núna fyrir örfáum vikum að það var verið að opna framleiðslu stöð í Danmörku, í Kassu heitir hún, það sem verið að framleiða rafeldsneyti fyrir Mersk og önnur flutningaskip. Þannig að þetta að gerast mjög hratt, mjög víða, í rauninni allstaðar í heiminum. Á hverjum stað með svolítið sínum hætti eftir aðstæðum. Sumstaðar verið að nota í rauninni svona biomass eða sem sagt líffræðilega efni sem falla til við akuryrkju og skógrækt og annað til þess að vera sem sagt upprunnin fyrir kolefni sem verður leitað. Ísland alveg fullkomið fyrir það að nota losun stóriðinnar. Þar mjög mikið magna kolefni. Og þetta ekki byrjað? Hvað segirðu? Þetta ekki byrjað? Nei, þetta ekki byrjað. Nei, það áformað að þetta byrji 2028. 2028? Já. Eftir 3 ár? Já, og þá gerir svo margt jákvætt. Þá fer losun stóriðinnar ekki lengur út í andrúmsloftið og það oft fær stóriðin að heyra eitthvað mjög neikvætt í umræðinni. Það svona siður Íslendinga að tala pínlítið neikvætt stóriðina. En ég ætla allavega að slengja því fram sem staðreynd að stóriðin á Íslandi gæti verið aðal ástæðan og aðal hlekkurinn í því að Ísland getur orðið jarðefna eldsneytislaust fyrr heldur flestar aðra þjóðir vegna þess að þarna höfum við svo miklu uppsprettu af kolefni sem að gæti gefið okkur möguleika að framleiða umhverfisvænt eldsneyti og nota allstaðar það sem verið að nota jarðefnaeldsneyti núna. Okay. Þannig að gefum stóriðinu þann plús. Ok, það augrandi svona viðsnúningur. En kæra þakki fyrir komuna. Við byrjuðum á einum stað og svo fórum við svona svolítið út við af öll eins og oft en það ákveðið samhengi vona ég í þessu öllu og ég segi bara missum ekki sjónar á boltanum sem umhverfis, sem loftslagsmálin sem bara skilyrði okkar til að vera til. Það hlýtur að vera alfa og omega alls og allt hitt verður að skoða einhvern veginn í samhengi við það, ekki satt? Sammála því. Já, ok, ljómandi. Þorgerður María Þorbjarnardóttir, formaður Landverndar, til hamingju með þetta málþing sem að mér fannst mjög gott síðustu helgi og takk fyrir það. Bara vel gert og takk fyrir komuna og Hallgrímur Óskarsson á Carbon Iceland, takk fyrir komuna líka. Takk. Við höldum áfram hér eftir andartak, förum í annan kafla, ekki fara langt kæru hlustendur og áhorfendur. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
Ég komið sæl og velkomin að Rauðaborðinu, ég heiti Marja Lilja og hjá mér góð gestur sem Erla Sartaróglú, vertu velkomin. Takk fyrir. Ástæða fyrir því ég kallaði þið hingað í dag meðal annars gagnrýni Solaris á frumvarp fangelsi eins og Solaris segir að þetta sé eða brottfarar úrræði eins og stjórnvöld vilja kalla það. Já, einmitt. Þú skrifaði skoðanapistil á Vísið í dag sem undir heitinu undir pólitík óttans, öryggisvæðingu, fólksflótta og hinnar æslensku varðhaldsstöð. Hvað þýðir þetta sem? Já, það margt þarna baki. Þetta eitthvað sem bara búið að sitja með mér núna í svolítinn tíma, áform stjórnvalda í málefnum fólks á flótta og það sem kannski hræðilegt að horfa upp á það sem stjórnvald ætla sér að gera núna, það sem ríkisstjórn, jafnaðar fólks og frjálslynda eru að undirbúa meðal annars með þessu frumvarpi og það að setja á fót einmitt það sem þau vilja kalla brottfarar úrræði hefur verið kallað hinnum ýmsu nöfnum undanfarin misseri en eru fangabúðir, fangelsi og það talað útlendinga í þessu samhengi en margt í frumvarpinu vísar sérstaklega til fólks með flótta bakgrunn þannig að maður sér alveg að þetta að mörguleiti til höfuð þeirra sem koma hingað í leit að alþjóðlegri vernd og þegar ég tala pólitík óttans og öryggisvæðingu fólksflótta þá í rauninni það sem að gerast núna ekkert einstakt fyrirbæri. Þetta eitthvað sem við höfum hort upp á núna síðustu ár og áratugi allan heim, meðal annars í Evrópu, víða í Evrópu, þar sem stjórnmál eru farin að snúast mjög mikið ótta og öryggi, sem sagt stjórnvöld ala á ótta gagnvart einhverjum hópum og samhliða því vilja aðgreina ákveðna hópa frá samfélaginu, jafnvel kenna þeim það sem misferst, yfirleitt svona verið kannski að breiða yfir erfitt efnahagsástand eða lélega innviði eða eitthvað slíkt með því að setja fókusinn á eitthvað annað og einhvern veginn búa til þá hugmynd að það stafi ógn af þessum hópi, að hann ógni öryggi, þjóðríkis og samfélags og þess vegna þurfi einhvern veginn að halda ákveðnum hópum frá hinum. Þetta kjarnast mjög mikið við og hin hugmyndafræðina og búa til þess að fjarlægja og jafnvel ala hópum eða etja hópum saman. Við höfum tekið eftir því kannski þau sem að tala svona máli hinna og þessu þau hafa talað einmitt stefnuleysi í málaflokknum en þú segir það í pislinu þínum einmitt að það sé sannarlega mikil óreiða í þessu málaflokki hafi verið síðustu 10 ár en ekki að sama leiti og svona yfirvöld hafi verið að tala Nei, vegna þess að eins og ég horfi á þetta að þá hefur náttúrulega mikið á sér staðirna síðustu 10 ár og það núna verið að koma 10 ár síðan í rauninni hlutfall þeirra sem koma hingja að sækjum vernd fór að vaksa að þá fór að koma fleiri hingað í leit að skjóli og þetta orðið svolítið langur tími þar sem hefur verið hægt að innleiða kerfi sem virkar ef vilji væri til þess og þetta hafa náttúrulega verið nokkra ríkisstjórnir síðan og þó nokkri dómsmála ráðherrar einn af þessum ráðherrum hefur til dæmis viljað koma til samtals við Solaris. Við höfum óskað eftir fundum og samtölum við alla þessa ráðherra málefni fólks á flótta með það markmiði að koma röddum þeirra sem þekkja kerfi best sem hafa farið í gegnum það sem fólk með flótta bakgrunn en það hefur bara ekki verið neitt vilji til þess. Það það heldur ekki núna hjá ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur og það sem við sjáum í rauninni gerast að vissulega þó sé ekki einhver svona heildstæð stefna það hafa verið innleidd lög, reglugerðir og þær eiga það alla sameiginlegt að ávallt vera að skerða grundvallarréttindi fólks á flótta, fækka tækifærum fólks til þess að leita verndar og fá alþjóðlega vernd á Íslandi og eins og ég segi þessu pistli að það nánast orðið fyrir útvalda að fá skjól frá þjóðarmorði, stríðsátökum, ofsóknum eða hvað það sem fólk að flýja og það rosalega dapurleg þróun en hún að ná ákveðnum ákveðnu hámarki ef svo má segja núna með þessum búðum sem stjórnvöld ætla núna að setja á laggirnar.
Nú bendur allt til þess að hinga sæki færri og Evrópu reyndar alla sæki fleiri með flóttabakgrunn. Það eru færri einhvern veginn verðast vera að koma inn í Schengen og Evrópusambandið. En samt sem áður þá á að fara í þessar ofboðslega dýru og miklu framkvæmdir utanum þennan málflokk sem maður hugsa með sér svona til hvers svolítið þegar það ljóst að við höfum náð ákveðnu hámarki þarna. Það var þetta Úkraínu stríðið setti sinn strik í reikningin, boð Venezuela fólksins hingað í boði stjórnvalda og þar fram til göttunum. Men hefur eitthvað tilfinningu fyrir því að hvað þetta eru margir einstaklingar sem að við erum, allt þetta samtala alltaf að eiga sér stað Þetta nefnilega hluta því þessari svona orðræðu sem einkennir umræðuna málefni fólks á flótta og hversu villandi og í rauninu hættuleg hún bara oft. Við vissulega náðum þarna einhverju hámarki fyrir 2 árum síðan en þá var náttúrulega langstærstur hluti þeirra sem sóttu hér vernd 2022, 3 og 4 fólk frá Úkraínu, þar á eftir fólk frá Venezuela því það var náttúrulega bara sérstaklega boðið, eða í rauninni báðir þessir hópar sérstaklega boðnir velkomnir til Íslands og þetta hafa verið flestir sem koma hingað. Þau sem eru ekki frá Úkraínu og Venezuela eru mjög fáir einstaklingar og fæst þeirra fá vernd á Íslandi. En það sem að í rauninni ég velti fyrir mér í þessu samhengi í rauninni tvennt af því bæði þessar fangabúðir eru ákveðið svona kannski viðbragð við ástandi sem stjórnvöld hafa skapað sjálf og það rosalega auðvelt að fara ekki þessa leið. Ef stjórnvöld myndu til dæmis hætta að þjónustusvipta fólk að flótta sem kemur hingað í leita vernd, við megum ekki gleyma því að það hópur í íslensku samfélagi sem heimilislaust flóttafólk sem hefur núna í 2 ár gist í neyðarskýli sem Rauði krossinn setti á fót í samvinnu við stjórnvöld til þess að bregðast við ástandi sem stjórnvöld sköpuð. Þetta náttúrulega svo stórkostlega bilað. Þannig að ég held að séu 7-10 einstaklingar sem svo við allavega þar á hverju einustu nóttu. Já, og mörg búin að vera þarna mjög lengi ef ekki allan tíman því þetta fólk sem ekki hægt að vísa úr landi vegna þess að stjórnvöld vilja til dæmis ekki taka við þeim eða það ekki einhvers konar samband á milli stjórnvalda í þessum ríkjum. Þannig að í staðin fyrir að veita fólki þá vernd til dæmis veita þeim dvalarleyfi í staðin fyrir að búa til þarna nýjan mjög illa settan jaðarhóp í íslensku samfélagi þá, lausnina oft svo auðveldar en það alltaf ákveðið að fara þessa leið og þetta bara, ég tala oft aðför að fólki á flótta sem ég tel að þetta sé og þetta til dæmis einn hópur sem á að vera vistaður í þessu fangelsi. Ég meina það talað frelsissviptingu, það verið að frelsissvipta fólk, þú getur ekki labbað inn út eða svo vilt. Það talað fangaverði sem eiga að vinna í þessum búðum, þannig auðvitað þetta ekkert annað en fangelsi. Þannig að til dæmis ef þú myndir hætta að þjónustusvipta fólk, þá sem ég held að sé stærsti hluti þeirra sem munu vera í þessu úrræði, að þá minnkar þörfin töluvert. Hún minnkar líka töluvert ef þú veitir hreinlega fólki bara vernd sem getur ekki farið neitt annað ef þú hættir að fangelsa fólk til dæmis. Þetta oft líka sett svona, maður hefur heyrt frá fulltrúar stjórnvalda svona, já, vil ég frekar að við setjum fólki í fangelsi? En sko, það bannað að refsa fólki fyrir að sækja vernd. Það bannað samkvæmt alþjóðlegum lögum og samningum sem við höfum skuldbundið okkur til þess að fara eftir að refsa fólki fyrir að sækja vernd. Og með því að setja fólk í fangelsi, fangabúðir eða brottfarúrræði, hvað sem þú vilt kalla þetta, þá ertu búin að brjóta á réttindum þeirra og þú ert búin að brjóta alþjóðasamninga sem við sögðumst alltaf vinna samkvæmt. Þannig að það þarf bara ákveða að hætta fangelsa fólk sem hefur ekki brotið af sér. Ekki búa til nýtt fangelsi fyrir fólk sem hefur ekki brotið af sér. Þar sem þau ætla meðal annars að vista börn.
og það einmitt, þau ætla að vista börn þarna, sem að svona síðast þegar ég fylgdist með þessu máli, það var svona áður en það dattandi inn í samráðsgáttina, þá voru nú önnur samtök heldur í Solaris sem að vöruðu einmitt við þessi Amnesty Rauði krossin meðal annars að vista börn í lokuðum úrræðum það bara stæðist enga skoðun en samt sem áður þá eru þau nokkuð hörð á þessar afstöðu sinni ríkisstjórn Kristrúnar og félaga en stjórnarandstaðan, hún er auðvitað óbáslega samþykk þessu. Já, og það er kannski einmitt til merkis bara stöðun á Alþingi og hvers konar svona hættuleg viðhorf og hugmyndir eru ríkjandi í pólitík á Íslandi og það er þessi pólitík óttans að því allir flokkar inn á Alþingi í dag hafa gerst sekir að taka þátt í henni með því að ala á óttækarð ákveðina hópa, vera með fordómafulla orðræðu, hvort sem hún er í sparifötum eða ekki. Ég meina nú hefur til dæmis ríkisstjórnin talað mjög mikið örugt samfélag, ná stjórn á landamærunum, tryggja örugg landamæri á sama tíma að tala tiltekt í útlendingamálum. Ég meina þetta er allt svo úthugsað og vel planað því hughrifin sem þetta býr til það útlendingar eru ógn við öryggi samfélagsins og þess vegna eigum að hræðast þau og þess vegna ætlum við að gera þetta og hitt. Þannig að þetta er ekkert, við höfum séð þetta allt áður og þetta er bara sorglegt að það séu jafnaðar fólk og frjálslyndi sem eru að tala fyrir þessum hlutum í dag og það er mjög mikið áhyggjuefni og það er ekkert aðhald á Alþingi, þau verðast öll bara mjög sammála þessa leið og það er kannski svona einmitt til merkis það að það er búið að öryggisvæða fólksflutninga og fólksflotta eins og ég nefndi líka og það í raun ákveðið svona ferli sem fer af stað það er mikið verið að tala þetta svona síðan frá aldamótum cirka í evrópskri og bandarískri pólitík sérstaklega þar sem við hættum að horfa á ógnina sem fólk er að flýja. Þannig að það kemur fólk á flótta, tökum sem dæmi, það er að flýja þjóðarmorð. Það er einhver ógn sem fólk þarf að komast undan og við ætlum að veita því vernd frá þessari ógn. Í staðinu farið að horfa á flóttafólkið sem ógnina. Við náum ekki lengra heldur en það. Þannig að þá er það orðin einhver ógn við samfélagi, það er orðið óvinnurinn og þetta veldur því að áherslan hættir að vera á velferð fólks og mannréttindi, heldur að tryggja þjóðríkið og þegna þess gagnvart þessari utanaðkomandi ógn sem er ekki stríð, ofsóknir eða hryðjuverk, heldur fólki sem er að flýja það. Og þetta hefur gerst í Evrópu síðustu ár og hreinlega bara núna komið til Íslands. Við sjáum það bara svo augljóslega í orðræðu og aðgerðum stjórnvalda. Og þú sendir frá þess að grein í dag en Solaris sendir frá sér fyrir helgi líka sína áleitin. Ég greindi ekki mikla umræðu þetta mál og hef ekki gert hingað til. Finnur mikinn mun á áhuga fjölmiðla og bara svona hvernig samtalið er að eiga sér stað í kringum þessi mál núna. Það er auðvitað Dagestani fjölskyldan. Það er risastórt mál og ég held að svona, ef það hefði komið upp fyrir 2-3 árum síðan þá hefði viðhorfið einhvern veginn og svona æsingurinn í samfélaginu orðið allt annar. Er fólk bara orðið dofið fyrir þessu eða hvernig? Það hefur allavega eitthvað gerst í samfélaginu og það er hluti af áhrifum sem þessi orðræða hefur þegar valdhafar eru í sífellu að benda á einhvern hóp sem einhverja ógn og einhvern ótta sem við eigum að verjast að þá og við sjáum það að þessi viðhorf þau hafa vaxið þau eru orðin eðlilegri og svona kannski normalisera heldur en þau voru kannski jafnvel bara fyrir 2 árum síðan og straumurinn einhvern veginn þannig að flóttafólk ekki eitthvað sem við eigum að vera spáið, þurfum að hafa áhyggjur af og fjölmiðlar og aðrir mögulega elta það vissulega einhverju leiti, þau eru náttúrulega bara elta klikkin og núna bara kannski vinsælla hvað þjóðurni sinnar og rassistar segja, ég skal ekki segja en vissulega hefur þetta breyst, ég meina það er svo margt búið að vera að eiga sér staði líka bara síðan þessi ríkisstjórn tók við völdum sem fer ekki fram neinn umræða það er til dæmis bara úrræðin sem börn eru vistuð í nú þegar eru mjög óviðeigandi fyrir börn.
það til dæmis yfirleitt engin leikföng, það ekkert að gera allan daginn, þau fá ekki að taka þátt í skólastarfi, það eru börn sem fara ekki í leikskóla jafnvel, Bæjarhraunið til dæmis sem hefur ávallt verið litið á sem svona úrræði sem hendar ekki fyrir börn, allt í einu bara fyrir börn og það bara stefnan núna, sem úrræði sem engin börn eiga verið, úrræði hefur ekki breyst, afstæðan hefur bara breyst, það er sérst afstæða stjórnvalda sem breytist. Það sem við viljum bjóða börnum upp á. Akkurat, já, það er bara, já, þannig að, og þú veist, það hefur ekki orðin breyting á úrræðinu, heldur bara afstöðu stjórnvalda og ég meina, við erum að sjá alls konar mál, þú veist, það er verið að reyna brottvísa fólki, já, það er verið að sundra fjölskyldum, það er verið að bókstaflega verið að reyna að senda fólki í það sem eru stríð og átök að eiga sér stað í dag og það er einhvern veginn, það er ekki áhugi á að ræða þessi mál í samfélaginu, það er ekki áhugi á því að fjalla hvað stjórnvöld er að gera í málefnum fólks og flótta. Ég meina, núna kom þetta frumvarp fram í þriðja skipti, þetta sett inn í gáttina og í þetta sýndarsamráð sem svo óþolandi líka, það er ekki verið að tala við einstaklinga sem hafa reynsla kerfinu, einstaklinga sem starfa með kerfinu, það er bara settur inn einhver 45 blaðsina lagateksti og gjör svo vel, ef þú hefur áhuga á að senda umsókn hann, gjör þið svo vel. Það er ekki verið að sækjast eftir, ég tók til dæmis eftir, oft sendt út til hagaðila, beiðnir umsagnir, það var ekki gert í þessu tilfelli, það kom upp eitthvað frumvarp í júlí, skotið inn í gáttina svona, til að hita upp fyrir þetta, þú veist, það er svo margt í þessu en það er eitthvað til að hafa áhyggjur af ef fólk einhvern veginn er orðið saman það hvernig við tökum á móti fólki á flótta, því að sú staða hefur ekki batnað, hún heldur áfram að versna og það sem er að eiga sér stað með þessum búðum, ég hef miklar áhyggjur á því hvernig þetta mun fara fram, ég hef verið að liggja svolítið yfir sögu svona Bandaríkjanna og Mexíkó og hvernig veggurinn var til og hvernig svona þau fóru að taka á flóttafólki þaðan og hvernig ICE var til og allt þetta sem þetta ICE-lenska tilvísun af því að og það hefur náttúrulega farið frá mjög mikil umræða til dæmis þessar fangabúður í Bandaríkjunum, þar sem verið að vista börn, það verið að aðskilja börn frá foreldrum sínum og það til dæmis í þessu lagafrumvarpi ekki tekið fyrir það sem sagt má setja fólk í einangrun, kemur ekki fram að það ekki við börn, það er talað að aðskilja börn frá foreldrum sínum, að undir einhverjum aðstæðum sé það í lagi og þegar það er ekki skýrt nánar, hvað þá? Þannig að það er einmitt, og það er samkvæmt þessu lögum einhvers konar túlkunaratriði þá bara lögreglustjórinn sjálfs. Já, ég meina lögreglustjórinn á Suðurnesjum er bara að fara að setja þarna á laggirnar eitthvað úrræði, hann mun setja reglur þær, hann mun ráða hvernig þessi starfsemi fer fram. Það er til dæmis mjög áhugavert að það kemur þarna fram strax í upphafi að þessast reglur ég man ekki hvernig það voru orðað, öryggi og eitthvað varðandi starfshætti skulle ekki vera birt opinberlega. Þannig að það er einhver hluti af starfseminni sem verður leynd yfir. Þannig að við munum ekki fá að vita hvaða reglum starfsfólk þarna er að starfa eftir sem er bara mjög varhugavert og ekki eitthvað sem... Ég held að það sé líka bara einstæmi í íslenskri stjórnsýslu það sé ekki reglur starfsemi. Ég hef allavega ekki séð þetta áður og þetta er mjög einkennilegt og hann í rauninni fer bara þarna með valdi verið því hvernig þessi framkvæmt fer fram og það sem er náttúrulega líka svo hættulegt í þessu og það er líka svona hluti af þessari þróun sem eiga sér stað sem við erum bara svolítið svona komið fyrir eitthvað langt í að þegar þú ert að búa til einhver svona ógn, einhvern hóp sem ógn þá ertu líka biðja eitthvað, það er eitthvað sem mun koma og það yfirleitt er það þannig að einmitt það kemur harðari stefna í málefnum innflytjenda á sama tíma kemur beiðnum auknar valdheimildir til yfirvalda, hvort sem það er lögregla eða einhver annar og þannig er lögreglustjórinn að fá náttúrulega rosalega mikið vald yfir ákveðnum hópi. Síðan það náttúrulega sína fram að þetta úrræði þurfi að vera til staðar og ef þú náttúrulega sína fram að það sé þörf á einhverju úrræði þá myndi þurfa að vista fólk þar og það hefur til dæmis gerst í Bandaríkjunum og þetta var bara ákveðin iðnaður þannig að allir ríkislögreglustjórarnir sem voru með þessi úrræði og eru með þessi úrræði þeir þurfa að sína fram á að það sé þörf á því til þess að fá pening frá ríkinu
og þar leiðandi fangilsaðir eins marga og þeir geta eins lengi og þeir geta. Það til dæmis mjög loðið hversu lengi má halda fólki í þessum fangabúðum upp á Suðurnesjum. Það talað einhver tímamörk en það alltaf svona opið fyrir einhverju meira og þau þurfa náttúrulega að sýna fram á þetta að sé þörf á þessu og það sem líka rosalega áhugavert í þessu frumvarpi að það talað sko að þetta sé meðal annars fyrir fólk sem hefur semst fengið þá niðurstöðu sitt mál og það yfirgefa landið eða með mál í gangi sem gæti enda þannig. Já, þannig að það farin að spá svona fyrir hvaða fólk fær. Og þarna ertu náttúrulega búin að opna alveg rosalega á það að stjórnvöld geti eftir eigin henduleika fangilsa einstaklingar sem þau vilja. Eða bara alla. Já, þetta bara allt og opið. Allt flóttafólk bara. Og þannig náttúrulega verið að leggja grunninn því að móttakan muni líka fara þarna fram. Þannig að þegar þú ert að koma til landsins, þá verður frelsissviptur, þeir verður haldið hjá yfirvöldum, þangað til að annarkvort þú færið vernd eða gert að vísa á landi. Þannig að við munum hætta að sjá flóttafólk, við munum hætta að heyra frá fólki. Það til dæmis mjög áhugavert hvernig lögreglustjórinn ræður því hverjir fá að koma þarna, við hverja þau sem eru vistuð fá að tala, hvort einhver mannúðar eða mannréttindasamtök fá að taka út aðstæðarna, hvort að fjölmiðlar megi koma þarna. Þetta allt bara eitthvað sem hann fær að taka ákvarðanir. Já, það samkvæmt þessu lögum það bara eins og ég segi, það ótrúlegt að það hafi ekki farið einhvern veginn meiri umræða í gangu þetta og maður hafi ekki heyrt fleiri gagnrýnisraddir og maður velti fyrir sér bara hvar allt stjórnmálafólki sem að þykist bera hérna einhvern mannréttindahag fyrir brjósti. Ég bara spyr því saman. Þetta svo hræðilegt einhvern veginn að það einhvern veginn engin umræða þetta. Það ekki verið að tala þetta. Fjölmiðlar ekki að ganga á stjórnvöld. Það til dæmis ítrekka verið að halda því fram að þetta sé eitthvað sem við verðum að gera út af Schengen-samstarfinu. Það bara ekki rétt. Við verðum ekki að setja á fót fangabúðir þar sem á hýsa fólk sem frelsissvipt á þess að broti lög þar sem að maður vista börn aðskiljaðu frá fjölskyldu sinni. Ég meina það talað að í einhverjum aðstæðum má óla niður fólk og eitthvað svoleiðis. Það ekki tekið fram að það ekki við börn og það er bara svo þunn lína á milli þess hvenær ertu farin að misnota svona völd og svona aðstæður og því miður þá bara og hafa ekki verið meðferð yfirvalda á lögregluna á fólki flótta hefur ekki verið með þeim hætti að þeim treystandi fyrir þessum völdum. Og þetta stangast við stjórnarskránna mörguleiti. Þetta gerir það algjörlega. Það bara frelsissvipta fólk á dóms og laga í rauninni. Já, þetta er mjög alvarlegt mál en þú komst aðeins inn á það það þeir að sjá svona ýmis inngrip og með börni mitt í bæjarhrauni og finnur meira, svona neyð þessa hóps, meiri núna heldur en áður og það sé kannski þeim hafi farið fækkandi sem hingað sækja vernd núna á miða við síðustu ár neyðin orðin meiri? Neyðin mikil og að mínum mati hefur hún alltaf einhvern veginn haldið áfram að vaksa og verða meiri og hún meiri núna heldur en og kannski einhver leiti öðruvísi líka af því við erum alltaf einhvern veginn að bregðast við aðstæðum eins og þau eru hverju sinni. Það þýðir að það ekkert ár eins, það engir samfelldir mánuðir eins en það sem við sjáum til dæmis að fólk það á náttúrulega mörg hver enga stað til að vera á. Það ekki öll sem geta verið í neyðarskýli sem rekið af yfirvöldum undir formerkjum Rauða krossins af því það alveg ljóst að það ríkislögreglustjóri sem stýrir þessu úrræði, ekki Rauði krossin. Það lögreglan sem segir til hver mega vera þarna og hver ekki og það virðast vera alls konar mjög áhugaverðar ástæður innan gæsalappa setta fram fyrir því af hverju einhverju einstaklingar mega ekki vera þarna og þá eiga einstaklingar enga stað til að fara á. Ef þú færð ekki að fara í þetta gistiskýli þá ertu á götunni og við sjáum það til dæmis líka aukningu í því að fólk reynilega á ekki fyrir nauðsynjum. Það matur, það eru lyf, það eru vetrarföt á barnið þitt og annað slíkt. Við í Solaris maður sjá mikla fjölgun í beiðnum einmitt stuðning við það til dæmis bara að kaupa mat, að geta keypt bleiur á börnin þín og
og svo eru líka bara mörg mjög flókin mál eins og ég segi, þetta breytist, þetta þróast alls konar áskoranir sem koma upp og það sem ég náttúrulega hræðist líka rosalega mikið að ef þetta verður að raunveruleika, þetta úrræði og við hættum að sjá og heyra frá fólki að þá mun það ekki geta sótt sér þessa neyðaraðstoð til dæmis sem Solaris getur boðið upp á svo lengi sem almenningur í landinu styður okkur til þess. Ég meina þú munt bara fá úthlutað þínum útlendingastofnunar lögfræðing ef hann til dæmis bara hendar ekki þér hvernig ætlar að vita að þú getur náðir í annan lögfræðing, getur fengið aðstoð til þess, hvernig ætlar að vita að þú getur hafa samband við Solaris ef þið vantar lyf og að því það nú ekki tíðkast hingað til að yfirvöld séu að leiðbeina fólki með þetta, þannig að ég hef áhyggjur því að þegar það verið að brjóta á fólki, þegar það verið að skerða réttindi þeirra, að neita þeim grundvallarréttindi að við munum ekki heyra því lengur og þetta mun allt fara einhvern veginn fram fyrir luktum dyrum og það bara ekki eðlilegt og ekki eitthvað sem við ættum að horfa upp á að gerast. Nei. Þú nefndir hérna á því að við kallaðist í fundi við dómsmálaráðherra og ég veit þetta svo sem alveg líka, ég í stjórn Solaris hefur fengið eitthvað svör þaðan? Eitthvað núna nýverið, hefur komið eitthvað viðbragð? Við höfum ekki rætt við dómsmálaráðherra, við náttúrulega settum niður tillögur til stjórnvalda þegar ný ríkisstjórn tók við, þetta voru 5 tillögur sem meðal annars einmitt snýr á því að hætta að þjónustusvipta fólk og veita fólki frá Palestínu alþjóðlega vernd, vinna að fjölskyldusameiningum og náttúrulega bara aðgerðir sem stuðla að velferð og vellíðan fólk sem hingað leitar. Við höfum ekki hitt ráðherra, það hefur ekki tekist, við höfum talað við fulltrúa ráðuneytisins á mjög skrýtnum fundi. Það hefur ekki verið áhugi að leita eftir upplýsingum hjá okkur, bara allir þessi samtöl bara alla þessa þætti sem við erum að ræða og það ekki það að þú veist, við viljum endilega fara og setjast niður, heldur eru okkar skjólstæðingar, þau sem eru með bestu reynsluna og upplifunina af því sem okkar kerfi á Íslandi að bjóða upp á og það svo sérkennilegt að vilja ekki hlusta á þessar raddir. Það mjög sérkennilegt að vera efri millistéttakona af Seltjarnarnesi og setja saman lög hóp með mjög svona sérhæfðan og flókinn vanda. Aldrei tala við þennan hóp eins og nei. Eða einmitt, fólk sem starfar með þeim, það einhvern veginn og það þetta þegar ég tala þetta sýnda samráð svo þessu bara hendin einhverja samráðsgátt og ég meina, þetta 45 blaðsíður af lagateksta, ég ennþá einhvern veginn að reka mig í nýtt og veist, ég veit samt ekki hvað ég búin að lesa þetta oft og þetta ekki fyrir almenning að setja sig inn í og það náttúrulega bara annað sem viljandi gert, ég meina þegar þú ert að koma með svona löggjöf sem byltir kerfinu fyrir fólk á flótta á Íslandi væri nú ekki eðlilegt kannski að standa fyrir einhverju kynningafundi á þessu koma með einhverja punkta hverjar eru helstu breytingarnar í þessari löggjöf, þú veist, það eitthvað sem maður myndi halda að vera eðlilegt, sérstaklega þú ert að sleppa öllu samráði við einstaklingarna sem eru þau sem munu þurfa að fara í gegnum þetta kerfi, en það bara ekkert, það ekki áhuga á þessu. Við erum búin að vera að leita eftir alls konar svörum til dæmis varðandi það að fjölskyldur geti saminast hér á landi. Nú var náttúrulega félagsmálaráðherra Inga Sæland sem endurnýjaði ekki samning við alþjóðlegu fólksflutningastofnunina. Þannig að nú ekki hægt að fá aðstoð þessara stofnunar, EOM, og í raun sem þýðir aðstoð stjórnvalda við að saminast fjölskyldum þínum. En þetta ennþá að eiga sér stað þessar samþyktir, fólk að fá samþykt af fjölskyldusamningu en það fær ekki aðstoð við að komast hingað
Og það innan tilskilins tímaramma líka. Það alltaf fjölskyldusameiningar virka þannig að það gefin upp svona ákveðin tímarammi og verður komin til Íslands innan tiltekins tíma til þess að hún falli ekki úr gildi. Þannig að þetta gerir fólki eðlilega mjög erfiðara fyrir. Já, og svo bara mjög dýrt líka að ferðast til Íslands og ég hef ekki hitt neitt sem hefur haft efni á því að greiða þennan kostnað. En það líka, sko, þetta eitthvað sem gerist til dæmis fyrir mörgum mánuðum síðan. Fór einhver smá umræða fram þetta. Þetta var í fréttum kannski í einn dag eða svo. Og þetta er samt rosalega stór viðburður. Að það sé í rauninni bara sliti samstarfi við, þetta stofnuð Sameinuðu þjóðanna sem greiðir leið fólks á flótta saman eftir að fjölskyldur hafi sundrast og þetta einhvern veginn bara svona, nei við ætlum ekki að taka þátt í þessu samstarfi lengur. Núna liðinni nokkri mánuðir síðan og við erum ítrekka búin að vera að spyrja bara hver staðan, af því við heyrðum að dómsmálaráðherra ætlaði að koma þessu samstarfi aftur á, það væri búið að færa þetta yfir til dómsmálaráðunsins og þau ætlaði að koma þessu aftur á. Ég fekk síðast bara svar fyrir viku síðan þetta ekki komið á og það ekki hægt að segja til hvenar. Þannig að það fullt af fólki sem getur ekki saminast fjölskyldunum sínum einfaldlega vegna þess að stjórnvöld ekki að standa við skuldbindingar sinnar. Og þetta bara enn eitt dæmið einhvern veginn hluti sem að gerast, sem ekki verið að fjalla en þetta aftur alltaf einhvern veginn aðför að stöðu fólks með flóttabakgrunn. En það líka, að því við komum það sinna á svona reiðin í samfélaginu í garð þeirra sem að hafa það, verið stattir, hún einhvern veginn, þegar kemur þessum hópi, virðist vanta. Einhvern veginn, það vantar eitthvað upp og það talað afmennskun og afmennskandi orðræðu og ég velti fyrir mér bara hvort við séum hreinlega komin á þann stað að við erum bara okkur og það hefur tekist að afmennska þennan hóp með slíkum hætti að samfélaginu hreinlega bara orðið alveg sama. Já, ég myndi segja upp til hópa, já. Það, og maður sér viðhorf breytast og það kannski eitt svona, já, því dapurlega sem maður sér að meira sér fólk sem bara frekar nálægt manni, maður sér þetta bara á samfélagsmiðlum í samtölum við fólk, að fólk sem kannski svona, var auðvitað að mæta á mótmæli og eða var bara misboðið við meðferðinni á flóttafólki, þau eru farin að mæta aðra fundi í dag. Og það bara til marks það að þetta sem búið að eiga sér stað hérna síðustu ár, það fyrir að skila árangri og ég meina, þegar þú ert með forsætisráðherra jafnvel sem talar þennan hóp með niðrandi hætti bara á mörkum þess að vera með hatursfulla orðræðu, nú talað fyrirverandi forsætisráðherra, auðvitað skiptir þetta máli og sko áhrifin sem þetta hefur eru rosaleg af því að þá þessum hugmyndum gefið svo mikið vægi að einstaklingur sem kannski bara satt heima hjá sér með einhverja skrýtnar hugmyndir en var ekkert að viðræður, hann allt í einu bara að búa að valdefla hann svo mikið til þess að vera bara tilbúin að básuna það að hann sé bara fyrirlítur einhvern hóp fólks og þetta þróun sem hefði átt að vera löngu búið að komið í veg fyrir. En við höfum bara því miður ekki haft fólk í valdastöðum til þess að gera það. Þvert á móti hefur það verið að ýta undir og gera þetta raunveruleika og þá ég að tala fólk á þingi, við erum að tala ráðherra, við erum að tala fólk innan dómsýslunar, ég meina þetta fullt af valdhöfum embættismenn í alls konar kerfum og stöðum sem hafa verið að tala með svo sama hætti árum saman og nú þetta bara orðið eðlilegt og fólk á flótta einhvern veginn hópurinn sem fór bara algjörlega niður á botnin. Og hvað getum við gert? Hvað getur fólk gert? Það hægt að styrkja Solaris? Það hægt að styrkja Solaris. Við erum til svo lengi sem almenningur styður okkur til okkar verka og við höfum alltaf og munum alltaf gera allt sem við getum. Við náttúrulega stöndum í stormi líka ennþá. Erum að takast á við bara pólitískar ofsóknir innan kerfis og utan. En það skiptir svo miklu máli að hætta ekki. Að
halda áfram að tala hlutina og það svona kannski það sem ég vil líka reyna að gera með þessari grein bara að þú veist, hér eru einhverja upplýsingar það sem að eiga sér stað, bara nenni please að tala þetta. Ég fæ rosalega litla dreifingu sjálf á samfélagsmiðlum, bara eins og við flest sem erum að tala þessi mál, en bara hvað sem það einmitt með á samfélagsmiðlum, á kaffistofunum, í matabóðunum, að því ég veit það alveg þessi samtöl að fara fram allstaðar og þau yfirleitt mjög neikvæð og við getum einhvern veginn ekki gefið undan, að því ég held að við viljum í alvörun ekki búa í samfélagi sem það sem eðlilegt að skilja fólk eftir á götunni, að frelsissvipta fólk sem hefur ekki gert neitt af sér, að fangelsa börn og aðskilja hjá fjölskyldunum sínum, að því þá erum við ekkert betri en þau sem við erum alltaf að gagnrýna. Akkurat. Sema Erla Serdar-Oglu, takk hérlega fyrir að koma hérna og ræða við mig já, það sem að mér þykja vera allavega hinn brýnustu samfélagsmál. Takk. Og Doki við, það meira hér handa við auglýsingar. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is Já, það stund liðin síðan við fjölluðum síðast fjölmiðla hér við Rauðaborðið. Vorum með vikulega umfjöllun hér sennilega misseri skeiðið að svo. En þýðir nú ekki að við höfum mist allan áhuga á fjölmiðlun, þvert á móti. Þið kannski urðu vör við það á föstudaginn síðasta, það voru uppsagnir hjá Sýn og bréfin þar í frjálsu falli. Það hriktir í stóðum jafnvel stærstu fjölmiðlana á Íslandi og mörgum finnst eins og að það sé nú ekki nóg að gert, það þurfi aðeins róttækari breytingar heldur en stjórnvöld hafa verið að boða. Svo líka smá átökum samband blaðamanna og almannatengla og sitthvað sem vert að ræða og gestur fjölmiðla hortsins í dag góður. Býr yfir mikilli reynslu fyrir fréttastjóri Ríkisútvarpsins Óðinn Jónsson. Vertu velkominn, Óðinn. Takk fyrir. Ég tekið eftir því að þú hefur ég held mér að hafi bara sagt einhverstaðar sjálfur að þú hefur svolítið haldið aftur að þér í svona gagnrýninni umræðu fjölmiðlun en núna eitthvað sem að segja þér að þú verður að láta að þér kveða og þú hefur svolítið verið að tjá þig þessi mál. Ef við byrja á því að ræða aðeins, ég nefndi Sýn. Já. Stóru fjölmiðlarnir okkar, Mogginn og Sýn, þau náttúrulega voru ósátt við þessa fjölmiðlastyrki að fá aðeins minna að þau hafa haft og svona. Já. En aðrir segja í stóra samhenginu skipti 15 milljónir litlu máli. Menn ræða Ríkisútvarpið og stöðu Ríkisútvarpsins í tengslu við þetta allt saman eðlilega. Ég ætla nú að byrja bara á lítilli spurningu. Ef þú værir menntamálaráðherra, værir þú með einhverja tillögur eða sem sagt einhverja breytingar sem þú myndir leggja á borði sem ekki verið að ræða núna? Þetta nú ekki lítil spurning, Björn. Nei, þetta var grín, sko. Já, það erfitt að gefa einfalt eða stutt svar við þessu. En þú hefur mikinn tíma til að svara þessari spurningu. Já, það mjög gott og það nú kosturinn við þennan þátt að maður fær aldeilis gott pláss til að ræða hlutina. En svona til þess að þjappa því saman svona í stutt svar, þá myndi ég segja að það væri kannski mikilvægast að ráðherra afli sér þekkingar á greininni hjá þeim sem starfa þar. Já. Og þá ég ekki bara að tala þá sem reka miðlana og alltaf að leita rekstrafé eða svara hérna stóru spurningum arðsemi eða hlutabréfin og svo framvegis, heldur líka bara til fagmanna í stéttinni. Já. Margir þeirra eru nú reyndar komin til annarra starfa, þeir sem kannski eru með mikla þekkingu. Já. Eða hafa horfið úr greininni eins og sagt Einmitt. Þó eru við alltaf einhverjir þarna innanum sem hafa mikla reynslu og geta allavega sagt hvað þeim þykir þetta. Mér svolítið skorta stjórnvöld og ekki þessi núverandi stjórnendur, bara stjórnir á öllum tímum hafi svona reynt að skilja eðli þessar starfa. Og það til dæmis ekki hlutverk fjölmiðla endilega að halda
einhverju sveitafélagi í byggðu eða eitthvað annað hlutverk eða vera málpípa einhverja stórgrossera á einhverjum sérstökum atvinnusviðum. Fjölmiðlun eða blaðamennska, skulum við segja, sá hluti sem við erum að tala snýst að þjóna almenningi og almannasjónarmiðum, hagsmunum almennings, ekki sérhagsmunum. En mér finnst það hlutverk vera, það hlutverk svolítið að láta undan núna, finnst mér. Já. Stórir fjölmiðlar í eigu mikilla fyrirtækjablokka eða hagsmunaafla eða sem hliðarekstur við það að reka símafyrirtæki. Þetta náttúrulega ekki gott og það sést bara á öllu. Ramminn utan á Ríkisútvarpið mjög óljós og ég held að það væri miskostið hluti af minni ráðgjöf, það væri að fara betur yfir það hvað Ríkisútvarpið á að gera við þessar aðstæður. Já. Sko ein leiðin væri auðvitað og ég myndi segja að viðkomandi ráðherra það, ég menna hann þarf að velja hann á milli leiða. Það annarkvort að stór efla Ríkisútvarpið og ráða bara Björn Þorláksson og Kó bara á Ríkisútvarpið til að vera með alls konar þætti þar og segja bara við erum 400.000 manna samfélag, við þurfum ekki marga stóra fjölmiðla. Við bara viðkennum það, við bara eflum Ríkisútvarpið. Og þetta náttúrulega þætti nú kannski ekki mjög nútímaleg tillaga í dag. Og þá hinn leiðin sem náttúrulega farsælli að mínu viti, það að takmarka Ríkisútvarpið við einhvern megin hlutverk og reyna að stuðla að með einhverjum hætti, ekki kannski ríkisaðskipti séu kannski ekki leiðin en einhverja síðu, það hægt að kalla með til samtals. Ekki hægt að ná fram einhverju meiri skipulagsbreytingum á fjölmiðlasviðinu í einkahlutanum. Og það eru gríðarlega hræringar á Norðurlöndum allstaðar. Það stórar fjölmiðlablokkir að kaupa litla miðla, kaupa staðarmiðla og svo framvegis. Til hvers? Jú, til að ná fram þessari rekstrarhagkvæmni, til að nýta sameiginlega sjóði, þá ég að meina sjóði í þekkingu, tækni, fréttabanka og allt það sem þarf til að reka fjölmiðla í dag. Þeir eru allir áskrifundur að einhverjum fréttaveitum og svo framvegis. Þannig að fjölmiðlar í Skandinavíu eru að færast á færri hendur. Færri hendur, stærri blokkir. Af hverju? Vegna þess að það við ofurafl að etja sem eru samfélagsmiðlarnir og efnisveiturnar sem eru meira og minna í amerískri eigu eða kínverskri. Já. Og sú þróun bara á fleygiferð að það eru ofboðslega stóri risar að gleypa þetta allt saman. Og þú þarft ekki að fletta, ég áskrifandi af New York Times og maður þarf ekki að fletta mörgum greinum til að sjá bara auglýsingar frá íslenskum fyrirtækjum. Allstað það innanum. Og þetta mjög ankannalegt að sjá auglýsingar frá bönkunum, íslensku bönkunum þarna inni, en það eru ekki kannski í íslensku miðlunum sem eru þó að reyna að skrifa á íslensku. Hvað meinar fólk með því þegar það segir að það sé mikilvægt að við tölum íslensku og hér sé íslensk menning áfram, hún á bara hverjanda hveli við þessar aðstæður. Og það á að vera megin hlutverk stjórnvalda að huga að íslenskri menningu og þörf almennings á góðum, vönduðum upplýsingum. Já. Auðveldasta leiðin að styrkja Ríkisútvarpið. Það svona blasir helst við af því að það líka í eigu ríkisins. En það þarf hins vegar að viðurkenna í leiðinni að Ríkisútvarpið eitt á þessum markaði yrði mjög vondur miðill. Það þarf aðhald, það þarf samkeppni, það þarf önnur sjónarmið, það þarf gagnrýni frá öðrum fjölmiðlum, frá öflum samfélagsins til þess að standa í lappirnar og verða til gagns. Já, ég með þessa gamaldags skoðun á Ríkisútvarpinu að til dæmis Rás 1 sem oft hefur verið talað að væri svona síst bundin á markaðslögmálum að eiginlega bara öll starfsemi Ríkisútvarpsins ætti aldrei að velta fyrir sér markaðsmálum
að það ætti bara að vera næg kunnátta innan hús og fólk sem að svona lítur til samhengis og fólk sem lítur til þess að af því að hinir fjölmiðlarnir eru á markaði og eru háðir því að efnið þeirra verði vinsælt að þá sé þetta stóra tækifæri í Ríkisútvarpsins að þurfa ekki að velta því fyrir sér hvort fjölmiðlinn lifir, deyr, dafnar eða veikist með því efni sem verið að spila, bara að hinir sönnu almannahagsmunir án markaðs hugsunar séu í öndvegi. Já, þetta er útópían. Ég með þegar þetta er það sem að Rás 1 ætti að standa utan það efni sem það hefur að bjóða en ekki að láta markaðinn stýra því hvað er í boði og hvernig. Samtenging rásana á auglýsingatímum er afl fyrir markaðstildina til að ná í peninga. Sjáu við erum að báða hlustendahópana á Rás 1 og Rás 2 en við erum með sameiginlegar auglýsingar. Þetta í þessu er mikið verðmæti, getur við sagt. En leið þá fær hlustandi Rásar 1 ekki þann frið sem honum er lofaður raunverulega. Og var hugsunin held ég allra einhver tíman og á að vera. Men eru bara orðnir svo daufir gagnvart þessu. Markaðsdeild Ríkisútvarpsins er mjög valdamikil og hefur alltaf verið það. Já. Alltaf verið það. Já. Og ég sé nú engin merki að það sé að breytast. Það réttlæta menn auðvitað með því að það sé verið að draga úr fjárveitingum eða framlögum til stofnunarinnar og það þurfi að sækja sér eigið fé og svo framvegis. En menn fara ansi gist í þeirri sókn og hömlu lítið, getur við sagt. Sáttin Ríkisútvarpið hlýtur að miklu leyti að byggja á því efni sem að Ríkisútvarpið flytur okkur og ef Ríkisútvarpið er meir og minna að gera það sama og einkareknir miðlar að gera og kannski ekki betur og ekki með öðrum hætti þá náttúrulega þá víkkar gjáin. Það er nefnilega það en sko það er miklu oftar talað Ríkisútvarpið í samhengi bara við svona rekstrarlegt umfang á sviðinu með einkamiðlunum. Að það sé verið að taka eitthvað frá einkamiðlunum, rekstrafé, eða það sé verið að soga til sín auglýsingar, er það ekki þetta sagt? Umræðin ætti auðvitað að snúast hlutverkið. Hvað er Ríkisútvarpið að bjóða? Og réttlætingin, sem þú segir réttilega, fyrir tilveru þess er á tímum fjölbreytilegrar fjölmiðlunar og bara akkurat þetta. Sérstaðan er menningarhlutverkið, varðveisla og efling tungunar og svo að tryggja að í öllum landshornum hafi menn aðgang að góðum fréttaefni og svo framvegis og góður í umræðu og svo víðara. Og svo getum við farið út í svona hugtök eins og blæ að mann finnst alltaf að Ríkisútvarpið ætti að vera svona frekar kyrrt og tala skýrt og hafa í huga að það er heyrnardaufur aldraður einstaklingur sem að borgar nefskatt. Og sem sagt mér finnst alltaf að Ríkisútvarpið þurfi starfsfólkið á morgnana það þurfi að minna sig á það að það er ekki að vinna á bara einhverjum markaðsfjölmiðli með belti og axlabönd af því að það koma peningar úr ríkiskassanum og það koma milljarðar í gegnum auglýsingafé sem að sumpart ennú bara ekki hægt að klúðra svo maður orðið það nú bara reynt að ég segi eins og þú ég sakna þessarar umræðu. Já, það er náttúrulega bara augljóst og það er kannski það sem þú ert að vísa til að ég sé stundum að rísa upp afturlappirnar og segja eitthvað stuttlega þetta á samfélagsmiðlum eða hvar það er eða í einhverjum selskap með fólki að sko, maður verður auðvitað áþreifanlega var við að fjölmiðlun, gæði, blaðamennsku, fréttamennsku, framsetning, dagskrárgerð í útvarpi, sjónvarpi, hvernig hún er unnin og svo framvegis.
hvernig menn koma fram, hvernig menn tala og svo framvegis. Þetta náttúrulega í skötu líki orðið og þetta einhvern veginn að færast meir út á jaðarinn og það eru allir orðnir náttúrulega einhvers konar bara sérskipaði sérfræðinga með sitt hlaðvarp og það sem menn bara tala út í eitt og gott og vel, sumt vel gert og annað það bara alls ekki, sko. Má setja spurningamerki við hvað Ríkisútvarpið hleður miklu efni á vefin og er í beinni samkeppni við engamarkaðin þar? Ég hef ekki síst gert það, sko. Eftir að ég fór að vinna við engamiðil, við FF7, það blaðamaður en þá í hlutastarfi, að þá auðvitað skýrðist þetta miklu betur fyrir manni. Meðan maður vinnur á Ríkisútvarpinu þá það bara full force áfram. Þú vilt bara ráða og sem mestu og dreifa sem mestu og birta sem mest og svo framvegis og þar á ekki var náttúrulega mínum tíma var netið náttúrulega ekki komið eins langt eins og núna. Nei. Og mér þykir þetta þróun þess hafa verið mjög hæg hjá Ríkisútvarpinu síðan. En það hefur fæst í aukana að endur skrifa upp viðtöl og heilu þættina bara og birta sem texta þann inni. Og menn geta auðvitað sagt, sko, ég meina, það hægt að gera þetta, þetta ekki bara þjónusta? Og svarið við því þetta þjónusta. En þá verða menn að taka þessa ákvörðun og það það sem ég var að nefna áðan með ráðherra viðtalið, sko, að það þarf að hafa einhvern ramma utan með þetta. Og ef þú skoðar lögin Ríkisútvarpið, þá í fyrsta sæti að það skuli reka sjónvarpsstöð eða vera með sjónvarpsútsendingu og 2 hljóðvarpsrásir. Og svo kemur einhverstað neðar, ef ég mann rétt, sko, að það megi vera með vef. Miðla efni sín á vefnum. Það ekkert útfært nánar í lögunum. En þarna vantar útfærslu og þetta mikil umræða á Norðurlöndum hversu rúmfrekir ríkismiðlarnir eiga að vera á þessu vettvangi. Og það sjónarmið hefur fengið mikinn byr og það gildir í Svíþjóð og það minna í Danmörku og Noregi, en það getur í Svíþjóð að það reynt að takmarka textabyrtingar. En það hins vegar mikið byrta af viðkomandi þáttaklippum og sýnishornum úr einhverjum þáttum og þátturinn sjálfur og svo framvegis og þú getur hlustað á þetta. Og af hverju? Jú, vegna þess að þarna hugsunin svo að það eru engamiðlar þarna úti sem að hafa það sem sérsvið að vinna texta og þeir ríkir á ekki að fara inn á þennan vettvang líka. Nei. Drepa dagblöðin sem sagt. En þetta mjög stór spurning sem að mér finnst fáránlega lítil umræðum. Að Ríkisútvarpið bara birtir þennan texta og gott og vel, ef menn vilja hafa þetta svoleiðis, þá náttúrulega bara hætta aðrir að gera þetta. Sko, ef að hægt að nálgast þetta allt hjá bara undir merkjum Ríkisútvarpsins, gott og vel. Viljum við búa í þannig landi? Nei. Og ég sakna umræðum þetta. Þetta kannski virkar eins og þetta sé tæknilegt, eitthvað spursmál og leiðilegt. Af því að þetta hægt að þá eigi að gera þetta. Ég held að það sé miklu frekar að segja, sko, hversu mikið eigum við að gera. Og líka blásið upp mikil umræða núna. Það verður þá frekar engamiðlandi notuðu vitnuð í RÚV og skrifuð upp úr svona texta og túlkuðu hann með sínum hætti. Það var líka blásið upp mikil umræða núna síðustu daga sko Rás 2. Finnst þér að Ríkisútvarpið þurfi að hafa Rás 2? Dramatískt þögn. Nei. Mín skoðun svo núna að Ríkisútvarpinu dygði ein hljóðvarpsrás til að sinna sínu hlutverki þá vel með minni endurtekningum og meira frumsömdu efni og það ætti alveg að duga. Við erum með tónlistar, við erum með aðgang að alls konar tónlist í gegnum efnisveitur
og það bara staða sem komin og verður enn öflugri þegar framlíða stundir og þegar mín kynslóð orðin mjög gömul og heyrnardauf eins og þú varst að lýsa þá mun hún nota þessar efnisveitur til að spila sína bítlamúsík eða hvað það sko. Já. En tækniumbreytingarnar hafi orðið slíkara. Já, og það þarf ekki að ríkisrekstur utanum Rás 2, að mínu viti. Nei. Við getum haft Óla Pall á Rás 1 og fleiri góða dagskrárgerð sem á Rás 2, sannarlega. Já. Hún getur bara verið á Rás 1. Já. Og Rás 1 uppfull hins vegar af endurtekningum, endurtekni þættir, heilan laugardagsmorgunum daginn var ég að keyra út í sveit og það voru bara endurtekni þættir. Já, þetta bara sorglegt. Alveg bara fram að held ég bara, ég voni þessi ekki íkja mikið sko. Alveg fram að hvaða vikulokunum. Sagði einhver við mig að það væri svo komið að fólk væri hissa ef ekki væri endurflutning. Já, þetta mjög sorglegt en þeir segja, já, þetta bara þjónusta við hlustendur og þeir geta nálgast þetta, það náttúrulega bjánaleg skýring vegna þess að þjónustan náttúrulega þá á netinu, þú getur bara sótt þennan þátt á netið. Fyrir þá sem ekki góðir í að nota netið, þá svo sem alveg rétt að það má alveg endurtaka eitthvað af þessu. Já. Og það enginn að segja að mig engan þátt endurtaka, ég alls ekki að halda því fram. Nei, ég sammála en á góðum tímum eins og laugardagsmorgnum eða eitthvað slíkt, þá áður náttúrulega allt efni að vera frumflutt. Það styrkur útvarpsins og menn ekki að nota styrk útvarpsins. Nei. Hann útvarpið marga veikleika, þetta bara líður hjá, ekki satt. Þú getur ekkert flett upp í útvarpinu nema að fara aftur inn á netið eitthvað slíkt. En styrkurinn stundin sem þetta fer fram á og vera að hlusta á einhverja þætti sem að fjalla einhvern efni sem eiginlega orðið úrelt kannski að einhver leyti og svo framvegis í beinni bara vont í miklu mæli. Ég held þessi líka sammála með Rás 2 að svona í árdaga þá var hlutverk hennar miklu meira heldur en það í dag. Mikið fagnaðarefni þegar hún var stofnuð. Mikið fagnaðarefni. Og Stefán Jón Hafstein og fleiri breyttu íslensku útvarpi. Heldur betur því að það var bein viðbót við dagskrána eins og hún hefði verið. En nú hann stjórnarformaður RÚV. Hann stjórnarformaður RÚV. Nú getur hann breytt einhverju, kannski. Mögulega. En ég held að það kunna vera rétt að Rás 2 spili aðeins meira af íslensku efni heldur en aðra stöðvar. Ekki að flytja þá Rás 1? Já, einmitt. En fyrir utan þau frekar veikurök þá ef ég hlusta á Rás 2 þá ég ekki að fá neitt sérstaklega þar sem ég gæti ekki fengið. Ég vil nú samt taka fram, Björn, það ekkert kappsmál að minni hálfu að leggja niður Rás 2 og það ekki það brýnasta í umbreytingu íslenska fjölmiðlunar. Nei, en nú erum við samt af því að ég myndist þarna á vandan hjá sín að jafnvel þegar stærstu fjölmiðlarnir hriktir í þeim, það getur rétt ímyndaðir hvernig það með minni fjölmiðlana. Það nú eiginlega bara einn dagur í einu og við erum að tala stöðu blaðamennskunar og við tala mikilvægi blaðamennskunar og fjölmiðlunar að það eru til alveg kolsvartar sviðsmyndir ef ekkert að gert á tiltölulega stuttum tíma. Ég ætla líka að aðeins að rukka þig skoðun þína á ríkisútvarpinu og auglýsingamarkaði. Ertu í hópi þeirra sem að segja já, við verðum að taka RÚV af auglýsingamarkaði eða stór minnka áhersluna þar vegna þess að þótt það sé rétt að erlendar efnisveitur tæki mikið, þá þetta samt svona liður í friðarsamkomulagi við einkarekna fjölmiðla. Ekki bara það, þetta liður í því að Ríkisútvarpið sinni sínu mikilvæga hlutverki í menningu þessa lands, upplýsingu þessa lands, að það sé drifið áfram af faglegum ástæðum og með faglega kröfur á bakinu, fremur en að elta bara peningana. Það á ekki að sýna Eurovision, vera með Eurovision af því að Eurovision afli svo mikil að tekna.
eða vera með einhverja kappleiki eða íþróttamót bara af því að það er svo rosalega tekjur sem fylgja þeim. Það væri rök einkarekinna sjónvarpsstöðva. Það væri rök einkarekinna sjónvarpsstöðva. En þetta er því miður sjónarmið sem er ofríkt við rekstur Ríkisútvarpsins og hefur alltaf verið. Og ég sem gamall fréttastjóri veit bara og get staðfest að það fann maður oft fyrir, þetta eru félagamanns, þú vinnur með þessu fólki og góðir félagamanns, en þú finnur auðvitað í mörgum tilliti, það eru auðvitað veggur á milli fréttastofu og markaðsdeildarinnar, en þú finnur þegar þú hittir þína félaga á stjórnarfundum eða hvað það er, að þá finnum að þessi sjónarmið eru alltaf á borðinu, einhvern veginn. Að það verið að geta svona og svona af því að það er auðveldast að ná í auglýsingar með því móti. Og ég held að það sé komin tímabreytingar og það er ekki næg ástæða að óttinn við það að þetta fari allt til útlanda. Nei. Þetta er að fara til útlanda og er farið til útlanda. Og einkamiðlarnir í vanda núna af því að þeir hafa verið mjög markaðsmiðaðir og nú fá þeir ekki þessar auglýsingar. Af því að þær eru farnar í efnisveitunar. Og svo ég bara nefni einhvern banka bara, Íslandsbanki auglýsir bara, þú veist, í gegnum einhver Google veitu eða eitthvað, frekar en að setja auglýsinguna í sjónvarpið hjá sín. Og einkamiðlarnir standa eins og við sín, stendur alltaf berstrípa núna af því að þessi stefna er að fjara undan þeim. En þeir eru með fréttir á Vísi sem er bara án áskrifta, það er ekki að borga fyrir neitt og þeir hafa verið svona eitthvað hikandi með þróunina á stöð 2, opnað og lokað og svo framvegis, það gerist ekkert nýtt þar, það er svona fækkar fólkinu smám saman, það er ennþá mjög gott fólk að skrifa í Vísi og stöð 2 og fínir fagmenn sem eiga bara betra skilið. Og mér finnst vanta, og það er það sem ráðherrann getur líka gert, það vantar líka meiri kröfur til þeirra sem reka einkamiðla. Þetta er almanna útvarp, þetta er opið útvarp til dæmis. Og það er bara ábyrgð sem má fylgja því. Og hvað eru þið að gera? Hvað eru þið að gera til að sinna ykkar almanna hlutverki? Eru þið að miðla góðu efni? Er það bara einhver fyrirtæki sem kaupa þetta og kosta? Er einhver reglu sem gilda val á efni? Eða er það bara einhver fyrirtæki út í bæ og auglýsendur sem er að velja þetta? Þetta almenning varðar þetta. En sér einhverju umræðu þetta? Mjög litla en mér. Ef maður nefnir að bylgjan sé stöðnu þá bara móðgast einhver. Mjög lítil umræða einmitt, eins og þú segir, en mér dettur í hug til dæmis að þessi fjölmiðil sem ég starfa á Samstöðin hafi geta orðið til vegna þess að aðrir hafa svolítið vanrækt kannski svona ákveðin hlutverk sem almenningur vill hafa á dagskrá. En þið rekið þetta á logandi hugsjónum einum og þær brenna upp. Menn hafa ekki bara þrek. Nei, það er einhverjir menn, einhver 1, 2, 3, 4 sem eru svona að byrja og hafa mikið afl. En við vitum það að ef að rekstur á að ganga til langs tíma að þá þarf miklu meira öryggi í honum og fastar tekjur miklu tryggari og meiri heldur núna er. Já, það er stór hætta því að fólk brenni upp og ég er á sammálaðir í því og við erum mjög hugsi hér yfir framhaldinu. En mér langar að þá draga kannski saman aðeins af því sem við höfum verið að ræða RÚV áður en við förum í annað. Að þínu viti, þá ættum við semst að leggja niður Rás 2, vera með Rás 1. Við ættum að breyta dagskrárgerðinni og svona gera hana meira aktúel og fylla upp í göt sem að markaðurinn getur ekki eða vill ekki sinna. Ættu út af auglýsingamarkaði og ættu þá bara fjárlög, Ríkisútvarpið bara á fjárlögum. Nei, ég sagði ekki að RÚV ætti að fara af auglýsingamarkaði, en það væri í það minnsta hægt að byrja á að takmarka. Ég held að það sé ekki gott að kippa því algjörlega í burtu í einu vettfangi, ég held að það sé alls ekki gott. Ok, takmarkun þar, en ætti þá RÚV, hvað með nefskattin? Ætti RÚV að fara bara fjárlög og myndi það vera svona hluti af sáttinni sem við erum svolítið að leita að og við finnum ekki,
Ég ætla ekki að svara þessari spurningu hvað felst í sáttinni sérstaklega. Ég held að sáttin eigi aðeins, ég sagði áðan, eigi að snúast það að Ríkisútvarpið sé að sinna grunn þjónustunni betur en það gerir núna og láti aðra svona markaðskaplupið. Og ég held að fjármögnun RÚV eigi að ríkið á að leggja sitt að mörkum þar. Það hlutverk ríkisins að sinna þessu, að hafa hald út í þessum fjölmiðli en það ekki fyrirtækina út í bæ. Nei. Sko, það har svolítið verið talað að það séu mikli peningar þegar leggir saman nefskatt og auglýsingar að setja 10 milljarðar og þegar menn, sko, litlir fjölmiðlar eru að berjast upp hverja krónu þá finnst þeim stundum eins og að þegar þú hefur aðgengi að svona miklu fé þá íti það undir að starfsfólki verði værukært og það þurfi ekki að vera á tánum, það þurfi ekki að hlaupa. Afnotagjaldi að þann kosta þá var Ríkisútvarpið svolítið svona neitt til þess að mæta notendum sínum. Já. Núna bara borga allir sinn skatt og ekki mikil tenging einhvern veginn þarna á milli. Nei. En þetta er dálítið stór spurning hvort að það myndi breyta einhver að setja þetta á bein fjárlög eða bara ákveðið framlag. Það yrði náttúrulega, myndi þýða náttúrulega alveg gríðarlega Ríkisútvarpið yrði rosalega háð meirihluta á þingi hvert eitt sinn. Og ég held að það sé ekki gott. Nei. Og ég held að það þurfi að hafa þetta til langs tíma, fjármögnun sé bara alveg á hreinu til langs tíma. Og ég held að það fyrirkomulag sem núna sé fyrirkomulag sem við eigum að halda í svona í megindráttum. Ok, þú varst aðeins að minnast á einkamiðlana og það ríkir ákveðin stöðnun þar líka, segirðu. Já, mér finnst bara, það eru gerað mikla kröfur til Ríkisútvarpsins og það sjálfsagt. Og eðlilegt og það eiga menn að gera og á fólk að gera. En maður heyrir mjög sjaldan umræðu einkamiðlana hvað þetta varðar. Já. Eru útvarpsstöðvar sínar, eru þær góðar? Hafa þær þróast með tímanum og svo framvegis, sko, er bylgjan í dag, hún svona, þú veist, uppfyllir hún væntingar þeirra sem að stofna þar á sínu tíma, eða hún bara eiginlega eins? Já. Og ég vil nú ekki móðga neitt, sko, af óþörfu, en mér finnst þetta að vera stöðnun. Já. Og mér þykir þetta heldur svona rislítið útvarp að stórun hluta. Já. Með heiðarlegum og góðum undantekningum. Já. Það eru fínir spjallþættir á Bylgjunni og eins og náttúrulega á Ríkisútvarpinu að sjálfsögðu. Og með mig ekki taka því illa þegar maður sko, vill aðeins fá svona umræð hvert stemt. Nei. Það nefnilega ekki nóg að stjórnvöld svipti Ríkisútvarpið tekjum sínum. En það verði enga kröfu gerðar til einkamiðlana. Ráðstöfun kannski mögulega einhverja fjármuni sem þeir fengju í staðinn. Ég er mjög óvissum að þessi einkamiðlar fengju mikla auglýsingatekjur þó að þeir skoriði hjá Ríkisútvarpinu. Og það náttúrulega það sorglega, sko. Að þetta færi bara til útlanda. En ég gerir ráð fyrir að þeir finnur að fá eitthvað meira. Já, hlýtur að vera. Hlýtur að vera. Og hvað á þá að gera fyrir þá peninga? Og þeirra á Bylgjan sem held ég, hefur skilað ágætri afkomu, ein og sér, af því að þetta bara öflug og gömul stöð með svona mikla hefðir og þú veist, hljómar í öllum stórmörkuðum og leigubílum og hvar það á að gera kröfur að þessi stöð, þetta almannaútvarp, geri eitthvað meira heldur hún geri í dag. Og ef þú spurðir hvað ég myndi gera ef ég væri ráðamaður sem verði ekki, þá myndi ég segja þið verði að gera betur. Þannig að stöðnarvandi Rásar 2 og svona minna hlutverk í dag, við getum líka heimfært þetta yfir á einkamarkaði. Já, alveg. Það alveg ljóst í mínum huga. En hins vegar kannski þetta allt saman bara merki almenna hnignun og deyfð
í fjölmiðlun á Íslandi á þessum fjölþjóðlegu miðlunartímum af því að það vantar bara alla stefnu. Já. Ræðum aðeins hnignun blaðamennskunar að nú sko það viðburður eftir einhverja 10 daga tengslanetið félag almannatengla boða til viðburðar siðferði í almannatengslum 29. október og viðburður fer fram í húsakynnum Blaðamannafélags Íslands og það segir í texta frá Blaðamannafélaginu tengslanetið ný deild innan BI, Blaðamannafélags Íslands og ætlað að vera faglegur vettvangur fólk sem starfaði hverskins miðlun, upplýsingagjöf og samskipti og einnig vinna fræðslumálum tengdum faginu og allir velkomnir. Það eru nú allmargir blaðamenn búin að gera athugasemd við það að þetta tvennt eiginlega stangist á. Já. Og því ætti þá almannatenglar að eiga hús og vistarveru inn í Blaðamannafélaginu þótt þau rök hafi komið fram að þeir borgi félagsgjöld sem séu félaginu mikilvæg. Þarna nú eiginlega svona augljóst að það ekki félagsgjöldin sem að skipta mestu máli heldur blaðamennskan. Já, ég ekki félagi í Blaðamannafélaginu. Nei. Bara taka það fram strax og ég hef aldrei verið það. Okay. Ég var hins vegar í félagi fréttamanna sem núna runnið inn í Blaðamannafélagið það bara orðið að Blaðamannafélaginu. Og ég gerir ráð fyrir að starfsmenn Ríkisútvarpsins séu nú ansi stór hópur starfandi blaðamanna í Blaðamannafélaginu. Já, væntanlega. Og mér sárnar auðvitað sem gömlum fréttamanni og fréttastjóra að félagi mínir gamlir fréttamenn á Ríkisútvarpinu séu í sama félagi og almannatenglar. Já. Sem bara fráleitt ráðstöfun á öllu leyti. Þetta bara eins og olíu og vatn. Þetta eru algjörlega gagnstæðir kraftar sem eiga ekkert heima í sama fagfélagin og hafa aldrei átt heima þar. Þetta gömul umræða og þeir náttúrulega voru bara fullgildir félagar í Blaðamannafélaginu, þannig þetta talið eitthvað framfaraskref að hafa þá í sér deild ef ég skil þetta rétt. Og þetta þótti bara við hæfi einhvern veginn að í gamla Blaðamannafélaginu að menn sem höfðu verið blaðamenn gerðu síðan almannatenglar þeir eru bara áfram blaðamenn af því það svolítið smart og kannski virðulegra jafnvel að vera blaðamaður heldur en almannatengill eða hvað og halda í númeri sitt í félagsnúmeri sitt og svona alls konar svona tildur og mér þótt þetta á sínu tíma og það voru umræður þetta í gamla daga eitthvað og mér þótt þetta bara vandræðalegt fyrir Blaðamannafélagið. Já. Og þá benda menn á önnur lönd og setja sér líka svona í Danmörku eða líka svona í Noregi og svo framvegis. Eitthvað er búin að greina það í sundun eins og þeir verið að gera hér. Í Svíþjóð gildir svo regla að fólk sem hefur full laun af almannatengslum, PR-mennsku, ekki í Blaðamannafélaginu sænska. Nei. Og þannig ætti það auðvitað að vera hér. Látum vera kannski ef menn eru einhvers konar hlutastörfum frílans eitthvað. Það getur vel verið að það sé eftir að ræða það. Já. En þetta náttúrulega passar bara engan veginn saman. Sko, er þá næsta skrifið að auglýsingartextasmiðir fái aðild að rithöfundasambandinu? Einmitt. Ég spyr. Það er ágætur samanburður. Ég ætla að taka það fram að ég bauð hérna fulltrúum Blaðamannafélagsins til þess að ræða þetta með okkur. Þar á bæ voru menn uppteknir, sögðust ekki geta komið í þessa umræðu. Ég ræddi líka við almannatengla aðeins þetta og einn almannatengill sem ekki vil láta nafnsins getið, hún segir að stóru tíðindin í íslensku samfélagi séu þau að texti sem hún hafi sendt fjölmiðlum fréttadeildum fyrir 20 árum og hafi verið rýndur í drasl, allt skorið úr húnuna með einhver kjarni, einhverjur upplýsingar og síðan hafi fjölmiðlinn flutt frétt það með sjálfstæðum efnistökum því að við skulum ekki gleyma því að almannatenglar vinna við sérhagsmunni en blaðamenn vinna við almannahagsmunni. Þannig og það mjög mikil munur á þessu tvennu
að svona hafa þetta verið fyrir 20 árum, almannatenglar veldi þeirra hafi ekki verið orðið það mikið þá að þeir máttu bara takka fyrir að upplýsingarnar yrðu reitar fram í einhverri mynd. Já. En alltaf með sjálfstæðum hætti út frá almanna hagsmuna sjónarhóttinu en ekki sérhagsmuna segjum bara kók sendir þér hérna með búið til nýjan drykk og hann á eftir að verða brjálæðislega hérna vinsæll eða eitthvað og að munurinn á auglýsingu og frétt getur verið mjög óljós. En sem sagt núna staðan orðin svo að almannatenglar senda blaðamönnum á viðurkenndu fjölmiðlum, vefmiðlum og svona frétt með fyrirsögn, inngangi, meginmáli og það kemur oftar fyrir að fréttin birt óbreytt með sömu fyrirsögn og almannatengillinn sendi blaðamann. Þetta algjörlega ótækt. En þetta skýringin á því virðismanni meðal margra almannatengla og réttlætingin fyrir því að þeir séu í blaðamannafélaginu. Að þetta sé bara snúst bara þannig að skrifa texta og miðla upplýsingu til almennings og þeir séu nú bara í þessu hlutverki. Þannig náttúrulega á baki gríðalegur miskilningur. Og þessu drepa menn bara og dreifa því nenni ekki að ræða þetta í grunninn. Og ef að Norðurlandaþjóðirnar stærri með miklu öflugri fjölmiðla geta leyft sér það að hafa einhverja deildir almannatengla innbyrðis hjá sér. Gott og vel, það ekki gott, en þeir kannski þola það. Hér eru fjölmiðlar á hverfanda hvili. Gjörsamlega að komnir á fótum fram, flestir. Nema Ríkisútvarpið kannski. Ok. Og menn eru útspýttir á einhverjum vöktum að skrifa einhverjar fréttir og svo fá þeir í fangið svona tilkynningar og láguðin hver sem vill, þeir stytta sér leiðina birta þetta. Og í staðin fyrir að stíga niður fæti og segja, heyrðu, við erum komin allt og langt í þessu. Við þurfum að rjúfa þessi tengsl. Við þurfum að efla faglega metnað. Við þurfum að efla og auka sjálfstæði blaðamannsins, styrkjan í starfi, segja honum að birta ekki beint svona tilkynningar, heldur vinna úr henni, stíðast við hana, þannig eru upplýsingar um einhverja tengiliði og svo framvegis og vinna eigin frétt. Nei, þá stemt að því að má út þessi tengsl einhvern veginn, réttlæta þetta hlutverk almannatenglana við upplýsingamiðlun með því að hafa þá undir sama þaki og blaðamenn. Þetta leiðin til að styrkja íslenska fjölmiðlun? Ég segi nei. Þetta það ekki og mun bara grafa undan blaðamennsku enn frekar. Ég held að átök ætti að vera innbyggð í störf blaðamanna, góðra blaðamanna, sjálfstæðra blaðamanna og almannatengla. Og mér finnst eins og það hafi verið þannig. Ég vil nú ekki hljóma eins og gamall og beiskur bitur kall sem að segja allt hafi verið betra í gamla daga. En ég man að það hefur líka verið nefnt hér að við lifum tíma núna þar sem almannatenglar eru sannlega miklu fleiri heldur en blaðamenn. Þetta er margþætt, Björn, þeir eru líka svona ráðgjafarstarf almennt með fyrirtækjum og svo framvegis, svona mjög nánir mörgum stjórnendum. Svona ráðgjafarstofa. Ég þekki þetta sjálfur, ég hef unnið á svona stofu. Já, einmitt. Og aldrei hvarlaði að manni, þó ég notaði þá þekkingu sem ég hafði, það var ekki langur tími, þá notaði auðvitað maður þekkingu sem maður hafði, en það hvarlaði ekki að mér að gera kröfum að vera litið á mig sem blaðamann. Nei. Vegna þess að það er hlutverk blaðamanna að lýsa upp allt sviðið, lýsa upp sviðið. Það er hlutverk ráðgjafa, almannatengla, að beina kastljósinu á tiltekna punkta á sviðinu. Ekki heildarmyndina. Heldur draga athyglinna að tilteknum þáttum á sviðinu. Það er ekkert að þessu. Nei. Ég er ekkert að setja út á það að vinna þessa vinnu. Nei. En þetta er bara annað starf. Þetta er bara annað starf. Og þetta hjálpar mörgum fyrirtækjum að sjálfsögðu að skerpa sína frásögn, skerpa hvað þeir vilja koma á framfæri. En það er ekki það með að fjölmiðlarnir þurfa að gleypa það blóðhrátt. Þeir eiga ekki að gera það. Við ætlumst til þess að fjölmiðlarnir séu fyrir ofan þetta.
vinni úr þessu. Og það mjög mikilvægt að við höldum því til haga og ágætt að við nýtum tækifæri hér sko, til þess að vara við því að peningaöfl að sko samsteipur fái meira vægi í blaðamennskunni, fái meira vægi í fréttum. Þú nefndir það áðan að fjölmiðlun væri að færast á færri hendur í Skandinavíu. Það stór hætta á því hér að fjölmiðlun verði hagsmunadrifnari en nokkru sinni og þá ég að tala sérhagsmunadrifnari. Ég vil sjá bara öflugan einkamiðl rísa á Íslandi. Já. Það sem að baki væru aðilar sem að hefðu áhuga á fjölmiðlun, hefðu áhuga á því og trú á því og það væri hægt að reka fjölmiðlun sem business. Áhuga og þekkingu. Og þekkingu. En ekki þetta sé hliðargrein við það að vera með fjarskiptafyrirtæki eða eitthvað slíkt sko. Nei. Eða stórútgerð. Heldur þetta væri eins og víða, það eru sterkir sjóðir eða einkaaðilar sem bara leggja fé í þetta sem að reka viðkomandi fjölmiðil og þá þarf að ná fram augljóslega mikil rekstrarhagræðingu og við erum örmarkaður og við náum ekki að gera þetta eins og Norðurlandaþjóðirnar að gera. Það eru fjölmiðla veldi að kaupa staðarmiðla, þeir ætla ekki að hnoða þann leir alveg í smáatriði og stjórna því hvernig þeir eru reknir út frá blaðamannslegu sjónarmiði eða blaðamennskuna sem stunduð heldur ná fram svona hagræðingu í þessum sameiginlegu rekstraþáttum sem geta svona varða bókhald og rekstur. Og nýtingu á alls konar sameiginlegum myndaböngum eða fréttaveitum og svo framvegis. En hér þetta meiri vandi og maður sér ekki alveg hvað kemur út úr þessari deiglu. Kannski vill moggin eignast fjölmiðlahluta sínar. Verður það samþykkt, það heppilegt og svo framvegis. Að stórútgerðin eigi 2 stærstu einkareknu fjölmiðlana á Íslandi? Já, ekki framkvæmdastjóri samtaka þeirra, hann ekki einn af eigendum sínar? Jú, en sko nógu slæmt enn og ástandið finnst mörgum fyrir, þannig að það fari ekki að versna í þess átt. Nei, en sko hverjir hafa áhuga á að reka fjölmiðla? Þeir sem að vilja koma einhverju erindi á framfæri. Já, og það hefur svo sem alltaf verið kannski, en hins vegar sko ættu að leggja baki kannski bara svona víðtækari svona sýn á það hvert maður vill að samfélagið þróist. Það geta verið einhver borgaraleg sjónarmið eða öfugt, það geta verið einhver stéttarsjónarmið eða hvað það er og síðan lætur þú fagmenn að stýra viðkomandi í fjölmiðli. Ég heldur að tala hugsjón. Jú, ég held að sko baki Morgunblaðinu á sínum tíma voru náttúrulega, það voru áhrifafólk í Sjálfstæðisflokknum en það var sko fyrst og fremst kannski fólk sem var umhugað að hér starfaði dagblað, borgaralegt dagblað og stóð með því lengi gegnum alls konar öldu sjói og Vísir var stofnaður af ef ég mann þetta rétt, kaupmönnum í Reykjavík sem vildu að sjónarmið sín kæmu fram verslunarfrelsi og borgarlega sjónarmið ýmis konar. Þetta voru stéttastjórnmál í landinu og við hliðin á þessum störfuður blöð sem voru mjög flokkstengd og svo framvegis. Alþýðuflokknum og Framsóknarflokknum og þú þekkir þessa sögu, sósíalistum. Og svo fara flokksblöðin og við tekur bara mikil óvissa og rekstrargrundvöldurinn ákaflega veikur og það þarf augljóslega eitthvað framlag ríkisins til þess að styðja við þetta. Og það mikill vandi að útluta þeim fjármunum og menn verða að hafa dálítið góða sýn og mjög mótaða sýn hvert menn vilja fara til langs tíma í þeim efnum. Og mér finnst að það í fyrst og fremst að snúast að styrkja fagfólk í að gera vel. Og fólk af öllu tagi, fólk sem hefur ólíka skoðanir að sjálfsögðu og ólík sjónarmið og svo framvegis. Við þurfum að auka góða umræðu í landinu.
Heyrðu, það búið að vera áhugavert og skemmtilegt að spjalla við þig. Við störfuðum í eina tíð saman á Ríkisútvarpinu og hafi margt breyst síðan þá, ekki allt til hins verra, en okkar kepli hér við Rauðaborðið svona frekar að standa fyrir gagnrýnu umræðu og gefa fólki tíma til þess og mér finnst þú að hafa nýtt þinn tíma vel. Gott að heyra, gaman að hitta þig, Ísur. Sömuleiðis. Og ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, við höldum áfram hér við Rauðaborðið eftir andartak. Jæja, krakkar, þetta síðasti dagur minn. Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég nýju kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Já, komið sæl aftur og velkomin á Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hingað komin Arna Magna Danks, svona sérlegur mannréttindafréttarittari Rauðaborðsins. Vertu velkomin. Takk hérlega. Tilefnið kannski ærið sem nær það þetta endalaust verið að ræða bakslag í baráttu minnihlutahópa. Það svo sem alveg sama hvaða hópar það eru, það verðist vera eitthvað svona bakslag. Það eitthvað svona hægri öfgaalda svona í hinum vestræna heimi sem svona aðeins farin að teygja sig hingað og svo við finnum fyrir því. En svona ástæðan fyrir því ég fekk þið hingað sérstaklega í dag svona til þess að ræða ákveð samtök sem hafa farið mikið núna undanfarið og verið að dreifa jafnvel plaggutum með svona mýtum transfólk. Þú kannst við þetta? Já. Þessi samtök sem hétu áður samtökin 22 hétu reyndar á undan því LGB Alliance Ísland og ég held að þau heiti núna bara aftur LGB Alliance og þessi samtök eru til erlendis og hafa verið skráð sem hatursamtök og réttilega svo á Írlandi og þetta hefur ekkit að gera rauninni, þau gefa svo út fyrir að vera hagsmunasamtök samkynhneigðra. En mjög nýlega þá kom pistill á Vísi þar sem að það voru 10 ef ekki 100 samkynhneigðra einstaklingar sem skrifuðu undir samtökin 22 ekki í okkar nafni. Og þessi samtök ganga bara út á eitt. Það að ráðast að réttindum minnihlutahópa og þá aðalega transkvenna. Þetta líka fólk sem að styður Ísrael mjög mikið. Þetta líka fólk sem að á móti innflytjendum og flóttafólki. Þetta líka fólk sem að hefur bara, verið víst af alls konar kvenfyrirlitningu. Þetta bara svona samtök fólks með vondar skoðanir? Já, það má segja það. Þetta séu samtök fólks með virkilega vondar skoðanir. Þetta fólk sem styður Trump. Og nú Trump nýlega og hans ríkisstjórn búin að gefa það út að þeir ætli sér. Það ekki lengur bara, einhverja sögursagnir, heldur að þeir ætli sér að afnema hjónabönd samkynhneigðra í Bandaríkjunum. Og þau ætla að fá Hæstarétt Bandaríkjanna til að staðfesta það að hjónabönd samkynhneigðra eru ólögleg. Það meira segja hjónabönd sem eru nú þegar skráð lögleg og þau verið skráð ólögleg. Þetta samt, innan raða LGB, hérna á Íslandi eru homar og lesbíur sem að samt eru tilbúin að styðja Trump. Þó svo að Trump búin að lýsa því yfir að hann vill fá Hæstarétt til að sjá til þess að bælingameðferðir, sem ekkert annað en pyntingameðferðir, að þær verið gerða löglegar. Og það að segja bælingameðferðir hinsegin fólks. Homma, lesbía, pankynhneigðra, transfólks. Erum við þá að tala bara þetta sem að, ég meina, einhvern tímann var krossin með svona... Já, þetta eru bara bælingameðferðir. Svona sálrænar einhverjar... Sálrænar og í sumum tilvikum þá þetta raflóksmeðferðir líka.
þar sem að rafskautum er beitt ítrekkað á fólk til þess að afhomma það eða gera það afhuga sjálfu sér í raun og veru, og þetta er stórhættulegt vegna þess að 80% einstaklinga 80% einstaklinga sem hafa farið gegnum svona meðferðir enda með að fremja sjálfsvík. Þú veist, þannig að það má segja 2 af hverjum 10 þeir komast í gegnum þessa meðferð og lifa hann af í raun og veru. Þannig að þetta er stórhættulegt og Samtök 28 er fólk sem styður Trump og finnst hann æðislegur af því að hann hefur barist fyrst og fremst til þess að byrja með, og þetta er ég og fleiri búin að segja, að transfólk var náttúrulega bara kanarifuglinn í kólnáminni. Við vorum bara fyrst, við vorum aldrei, og ætlunin var aldrei að vera síðust. Við vorum notuð sem blóraböggul fyrir rauninni allt milli himins og jarðar, og með því að ráðast okkur var í raun og veru hægt að til dæmis koma því í gegn að alls konar réttindi kvenna að þau voru rauninni afturkölluð. Svo við hefum séð bara í Bretlandi núna. Já, í skjóli þess að þetta væri verið gert til þess að vernda konur af því að transkonur væri svo hræðilegar, og til þess að vernda konur þá þyrfti að vera enn meiri svona lögregla gagnvart þeirra líkama og velferð. Sem sagt að leiðin til þess að stjórna eða til þess að vernda konur bara stjórna þeim. Þannig að þú veist að með því að skerða mannréttindi transkvenna þá hafa þessu öfl skert réttindi allara kvenna, og við bendum á þetta. Þú veist, bæði ég og bara, þú veist, held ég nánast allir kynjafræðingar hérna á Íslandi og fleiri, þú veist, í kvenréttindabaráttunni hafa bent á þetta. En það er svona hefur lent á daufum eyrum, og við erum að sjá þetta rauninni, þú veist, þegar fólk bara eins og í Bandaríkjunum kemst upp með svona ákveðna hatusfull orðræðu, og það er rauninni bara ítt undir það. Já, og svona gengst upp í henni bara. Fær svona viðurkenningarstimpil. Þetta er svona eins og ein vinkona mín orðaði þetta, þetta er svona þú mátt vera fávitistimpillinn í friði, að þá rauninni verður það bara verra og verra og verra. Það sem þetta fólk segir, það segir svona, en þú veist, þetta er bara mín skoðun, má ekki hafa skoðun, þið eru alltaf að þið hugsunarlögreglunar, þið eru alltaf að banna okkur að vera með okkar eigin skoðanir, við erum ekkert að gera neitt hræðilegt, við erum bara að hafa skoðun. Já, en þegar þú ert farin að dreifa plakkutum, þar sem að það er beinlínis sagt, eins og þarna voru það að dreifa plakkutum og þau gera þetta í ljósi þess að þau eru að vernda börn, og hérna að þá eru þau að gefa skyn að undir transreglífinni sé alls konar fólk sem er hættulegt þjóðfélaginu. Þar á meðal er komin mýtan þetta antífa, sem þýðir náttúrulega bara antifasist, að þetta sé allt í orðin einhver hryðjuverkasamtök. Þannig að það eru undir transreglífinni. Já, antífa er komin þarna undir, og undir því eru komin í pönkarar. Ok, sorry, ég ætla ekki að hlægja, ég er mjög alvarlegur þetta stjórnandi. En ég er ekki búin að sjá þetta plakkat, en þetta tekir mér alveg ótrúlega langt seilst. Já, en við erum ábyrg fyrir ansi mörgu. Við transkonunnar sem eru 0,2 til 0,5%, að við erum ábyrgar fyrir bara öllu, hvað sem það er. En undir, sagði þeirra plakati, að undir transreglífinni eru til dæmis pönkarar. Allt innu eru þeir orðnir trans, sem er mjög langt sótt. En náttúrulega pönkararnir hafa alltaf verið þekktir fyrir að brjóta gegn staðalímyndum, berjast fyrir frelsi einstaklingana, jável, þú veist, að út úr anarki komi raunverulega einstaklingsfrelsi, þar sem að það er engin stjórn, og öll fá við að vera nákvæmlega eins og við viljum vera og erum í raun og veru innræð með okkur.
Þannig að því litinum má náttúrulega segja það að pönkið fellur mjög vel að þessari vinstri hugsjón sem að við höfum mörg hver, að við eigum öll að vera frjáls í okkar eigin skinni, svo framalega sem að okkar frelsi bitnar ekki á öðrum. Nú undir þessar reglur setja þau líka flokk transkvenna sem að þau kalla ekki transkonur, heldur kvengervlar, svona eins og hljóðgervill, þá er það orðið kvengervill. Já, ég heyrði þetta orði fyrsta sinn held ég á þessu miðflokksþingi, á fréttum á þessu miðflokksþingi, og þetta þótti mér alveg svona virkilega ósmekklegt. Ég hef ekki heyrt þetta áður, en þú hefur væntanlega heyrt þetta áður, þú fengið að heyra ýmislegt. Já, það er búið að nota þetta ansi oft mig, að bæði fólki innan þessara samtaka og fólk sem styður þessi samtök. Þannig að maður verður svona ónægum fyrir þessu, maður einhvern veginn hættir að taka þetta of mikið inn á sig, vegna þess að þú veist, þetta er náttúrulega mjög reitt fólk. Þetta er fólk sem að líður ekki vel, því að fólki sem líður vel, það hefur ekki þörf til þess að vera svona nýðingar. Það hefur ekki þörf, það finnur ekki þörf hjá sér til þess að vera stöðugt að upphefja sjálfa sig á einhvern annars kostnað. Þeirra eigin vanlíðan og vanmáttatilfinning gera það verkum að þeim finnst að þau þurfa að vera svona búlís og níðast á einhverju minni hlutahóp til þess að gera sjálfa sig stærri í eigin augum og augum annara. En þetta er náttúrulega mjög sorglegt fólk þegar uppi staðið. En þau eru engu síður, þó þau séu sorgleg og jafnvel hlægileg, þau eru þau líka hættuleg. Vegna þess að þau draga með sér annað reitt fólk. Og eins og við sáum bara í svona öllum hræðilegum styrjöldum og byltingum að þá kemur aldrei neitt gott á svona reiði. Ofsóknir á hendur gyðingum og annara minnihlutahópa, þar á meðal hinsegin fólks í seinni heimsstyrjöldinni, það kom út úr svona reiði. Allar þessar ofsóknir á hendur spænskumælandi íbúa í Bandaríkjunum, jafnvel þeirra sem eru af annari, þriðju og fjórðu kynslóð, og núna jafnvel eru sögur farnar að heyrast að innfættum, þar að segja það sem við kallum frumbyggjum Bandaríkjanna, að þeir sé að lendi því að vera teiknir að því að þeir eru ekki með vegabref og jafnvel fluttir til Venezuela. En þetta eru, þú veist, kannski afkomendur sömu Navajo-indjánuna sem að frumbyggja Norður Ameríku sem að má segja að hafi bjarga bandaríska hernum að stóru leyti með því að þýða dulmálslikla Þjóðverja í seinni heimsstyrjöld. Þannig að Bandaríkin núna í dag eru í, má segja, ákveðnu borgarastyrjöld. Það sem að hvítir, hægri, svona ofsa hægri kristnir, þjóðerni sinnar, að reyna að ná aftur til sín algjöri svona undirókun annarra þjóðfélagshópa og stefna bara aftur í svona 1955 hugafarið. Það er það sem þeir eiga við þegar segja gerum Bandaríkin frábær aftur. Þegar síðan fólk hérna eins og í miðflokknum sem að fer að segja Ísland fyrst og kemur með alls konar svona slagorð og tekur svolítið upp trumpismann og flytur hann hingað inn og byrjar að nota blóraböggul eins og transkonur að við séum hræðilegar og eins og þessu plakkati að við erum bara pervertar og við erum barnanýðingar og við erum ógeð og við ættum bara að vera raunni réttræpar að þá spyr ég mig að því að sögulega séð þá voru Íslingar alltaf svona svolítið Eurotrass. Við vorum alltaf blanda af mörgum þjóðum allstaðar á Evrópu. Við vorum ekki bara norsk, við vorum líka ísk og sem voru baskar, sjómenn sem voru hérna og frakkar á Austurlandi, hollendingar og þjóðverjar, þannig að við erum svo blönduð og við erum engir okkar er frumbyggjar, þeir eru öll innflytjendur og afkomendur innflytjenda. Þannig þegar svona fólk eins og miðflokkurinn kemur með Ísland fyrst,
hvað eiga það við? Eru þeir þá að flytja inn þessa sömu þjóðurnishyggju þar sem eru þeir þá að meina hvítt fólk fyrst? Eða eru þeir að meina gagnkynhneigt fólk fyrst? Eða eru þeir að meina gagnkynhneigt ófallað hvítt fólk fyrst? Akkurat. Því það þannig rauninni sem að stefnan í Bandaríkjunum og það stefnan sem þeir eru að flytja inn. Akkurat. Ég myndi að halda það. Ég fylgdist aðeins með þessu í miðflokknum að því að ég verði bara viðurkenna, mér þótti mjög furðulegt að það væri transfólk í miðflokknum. Ég hugsaði með mér, bara hinsegin fólk út í það ferið. En ég hugsaði, það er frábært. Ég meina, það er auðvitað til alls konar fólk og ef það finnur skoðunum sínum eitthvað kljungurum þarna innan hús þá kannski mögulega geti það beitt sér með einhverjum hætti að svona meiri mannúð í öðrum málaflokkum en það verðist ekki vera að því að nú er flokksforystan bara þagað þunnu hljóði, það var ekkert heyrst. Nei, og sko málið er að svo ég veitni aftur bara að því að sagan er að endurtaka sig og við þurfum að læra svolítið, þú veist, ekki af seinni heimsstyrjöldinni sjálfri þessi slíkri heldur það sem leiddi sko uppað og að henni. Það er að segja frá 1930, svona 30-33, þegar nasistaflokkurinn var kosinn, hvað var búið að gerast á undan og hvað gerðist á árunum 33-39 áður en heimsstyrjöldin sem sagt var að veruleika. Því að það er að gerast núna, þú veist, út allan vestræna heim. Þetta uppgangur, svona hægri öfgahyggju og alveg eins og 1933 þá var líka sko samkynhneigt fólk og hinsegin fólk sem að börðust með Hitler. Að þeir trúðu því til dæmis það voru hommar sem að trúðu því að þeir voru betur settir að því þeir voru areiskir hommar. Að þeir voru hvítir, að þeir voru ljósariðir og bláiðir töluðu þýsku og svo framvegis. Þeir enduðu náttúrulega líka í útrýmingabúðum eins og öll hinn. Kannski aðeins seinna en þeir var smalað eða þeir voru drepnir af leyniþjónustunni. Núna sjáum við Gays for Trump, það er alveg hreyfing. Við sjáum alls konar samtök eins og LGB Alliance hingað og þangað sprett upp þar sem að hinsegin fólk er að berjast gegn réttindum transfólks. Af því að það telur hugsanlega, nú veit ég ekki alveg fyrir vist en mig grunar það að það telur svona svipað eins og við sjáum bara þegar börn verða fyrir einelti. Þá er alltaf einhver nýðingur. Það er einhver nýðingur, svona bulli á leikvellinum sem er að ráðast á minnumáttar. En síðan er alltaf einhver í kringumann sem hræddir að verða fyrir einelti og ákveða að styðja bullin með öllum ráðum og dáðum að þeir halda það sé leiðin til að upplifa öryggi. Og mig grunar að þetta hinsegin fólk sé svolítið þarna að það heldur með því að styðja Trump, með því að styðja miðflokkinn, með því að styðja alla þessa öfgahægri hópa út allt, að þá séu þau að búa sér til skjól og er að segja, já við erum betra hinsegin fólkið, að við erum meira svona þetta er svona pick me hinsegin leiki. Já, við erum svona nærði að vera venjuleg. Hvað er að vera venjuleg? En þú veist, við erum svona kannski meira borðum harfisk og erum í lopapeysu heldur en hinsegin fólkið sem er bara, þú veist, hálfnakið með glimmer í gleðugöngu. Þannig að það reynir að gera sig og þú veist, við sáum þetta bara í sérstaklega í hinsegin baráttu hinsegin fólks í Bandaríkjunum að eftir svona 1969 til 75 að þá sneri ákveðin hópur, sérstaklega hvítra homma bakinu við restin af hinsegin samfélaginu og sérstaklega bakinu við transfólkið
og það til fræg ræða, þú veist, það sem að Silvia Riviera segir, þú veist, how dare you treat us like this, þú veist, við börðumst fyrir ykkur, við börðumst með þessi fyrir ykkur áður en þið tókuð upp barnduna, en þá héldu þessir einstaklingar að leiðin fram á við, leiðin til þess að fá réttindi var að vera, þó þau væru samkynhneigð eða hinsegin að einhverju leyti, að vera eins mikið straight acting og mögulegt var til þess að fá samþykki straight fólksins. Og það virkaði ákveðnu leyti, þú veist, og við sjáum þetta en þótt að í dag bæði homo og lesbíur sem eru mjög svona straight acting fá oft meira að gera heldur en, þú veist, sérstaklega í listanum, heldur en samkynhneigt fólk sem kannski of samkynhneigt og fall ekki inn í, þú veist, réttu staðalímyndina hvernig þau eiga að vera. Þetta binary form. Já, og við erum að sjá þetta bara, nú var frétt að fyrirverandi formaður alþjóðlegra hinsegin samtaka var að segja að rödd Íslands í þessum málum væri mikilvæg og þetta var frétt sem kom á Vísi og það voru bara 95-6% af ummælunum þar ógeðsleg. Já, ég tekið eftir þessu líka. Þetta og þetta á við fleiri minnihlutahópa, innflytjendur og múslima mikið til, transfólk. Þetta helst einhvern veginn í hendur þessi svakalega heift og ég velt fyrir mér, ég bara ætla þetta sé 10 einstaklingar með 10 prófíla sem að láta þetta út úr sér, af því að mér finnst svo erfitt að ímynda mér að búa hérna í samfélagi með svona mörgum sem eru einhvern veginn komnir þangað í hausnum, sko, svona uppfyllir að hatri í garð annara. Já, ég trúi því að þú veist, þetta sé ástæðan fyrir að sko það transfólki að kenna. Ég skrifaði grein sem að kom út í dag á Vísi sem að heitir, þú veist, nú man ég ekki eins og hvað hann heitir, má endalaust vera nýðingur. Já, þú veist, og þá ég bara að spyrja, þú veist, að því nú erum við búin að vera að ræða það hatursorðræða, það að segja að mitt frelsi bara sem transkonu eigi ekki vera minna verði en frelsi einhvers annars, á alls ekki að vera meira heldur, bara að vera jafn mikið og það þýðir náttúrulega að ég á ekki endalaust að verða fyrir því að vera kölluð alls konar ógeðslegum nöfnum eins og að ég megi ekki vera kennari eða ég megi ekki starfa og það ég taka mér börni mín, ég sé bara ógeðsleg og viðbjóður og kvengervill og alls konar svona hlutir og ég bara endalaust að kyngja því og vera kurteis. Já, þetta bara skoðun einhvers. Og þetta bara skoðun einhvers. Þú veist, hvað eru mörkin? Þú veist, má endalaust að því að vera að tala um minnihlutahópa, má þá endalaust segja bara hvað sem og fela sig bak við skoðun. Þú veist, mér finnst þetta ekki í lagi. Við myndum ekki leyfa börnunum sem við erum að kenna að tala svona önnur börn á leikvellinum. Ég myndi ekki leyfa börnum að tala svona forsvarsfólk samtakana 20 og hvað? 2, já. Þú veist, maður samþykkir auðvitað ekkert svona hatursorðræða í garðannara og ég held að það svo fyndið með þetta er bara mín skoðun og ég ætla bara að vera með þessa skoðun og það það er þessi lína sem að ég veit ekki, það er væntanlega með ráðum gert hún svolítið svona, hún svona færð til en sko þetta að vera svona í sífellu að skipta sér af öðru fólki og vera með svona yfirboð og svona, þú veist, eitthvað svona, þetta er svona lúmst valdboð í raun, eða eitthvað svona, ég veit ekki hvernig ég útskýrði þetta, svona, þú átt að vera svona að því að ég vil það og það er það sem að einhvern veginn, sko, ég kem ekki inn í hausinn á mér að því að mér gæti ekki verið meira sama hvað fólk gerir, bara við sig eða sinn líka maður bara svo lengi sem því líður vel og það er glatt og gott við aðra í samfélaginu en það er einhvern veginn svona
hvaðan kemur þessi hvati þessar fólks? Er það, svo segir það, þetta bara svona, því að leita eftir eitthvað svona samþykki úr eitthvað svona bænari kerfi, það vill vera svona white passing, bara svona straight passing og svona til eitthvað hvað er þetta? Sko, það alls konar kenningar til þetta. Ein kenningin aðalega í sambandi við homana í Bandaríkjunum og það var rannsókn gerð á þessu sálfræðingar sem skrifuðu þetta og þetta kemur ekki frá mér, þetta er ekki bara ég að segja eitthvað að sko þetta væri svona ákveðin fórnarlambs öfund og þeir hafi ekki fengið almennilega uppreist æru eftir eðinni faraldurinn. Það var náttúrulega komið alveg hrikalega fram við samkynhneigða menn og við vitum það öll og hvernig þeir dóu kannski bara, þú veist, í einangrun og enginn mátti koma til þeirra og hvernig var bara litið á það runni sem sko bara ef að fólk vissi að þeir væru hommar að þeir væru bara smitberar og þeir væru einhvern veginn óhreinir og ógeðslegir og þeir mættu bara ekki koma nálægt fólki og fólk þorði ekki að heilsa þeim og þetta er bara stuttu fyrir aldamót í rauninni. Og þetta er mjög stutt síðan alveg virkilega stutt og síðan kemur transfólk og það og sko og þessi öfgahægri kristnu öfl í Bandaríkjunum voru búin að tapa svolítið baráttunni gegn nefnilega hinsegin fólki, gegn homum og lesbíum. Þau voru búin að tapa þessari baráttu. Það var búið að samþykja, þú veist þarna með lögunum 2010-11 Barack Obama samþykti að homar og lesbíur mættu vera, þú veist, í hernum og vera opinberlega homar og lesbíur. Fram að því hafði verið lög sem að sögðu don't tell, don't say, segðu ekki frá, sem að Clinton hafði skrifað undir 96. Þannig að þú veist, það er svo stutt síðan að homar og lesbíur fengu svona uppreist æru en þú veist, maskínan sem barðist gegn þeirra réttindum hún hefur aldrei hætt að berjast gegn þeirra réttindum. Hún bara færði sig yfir á transfólkið af því það var hliðið af því að eyða réttindum homo og lesbía. Það var hliðið af því að minnka aftur og færi tilbaka réttindi kvenna. Það var hliðið af því að færa og eyða út mannréttindum svartra. Þannig að transfólk, þú veist, það eitt og sér. Það skiptir henni aldrei máli vegna þess að við erum bara svo pinkuleiti minnuhluta okkur en það var svo auðvelt að ráðast á okkur út af því voru svona lítil og þá fannst homonum þessum hópi samkvæmt rannsókninni eins og þeir hefði verið skildir út undan eins og þeir hefði ekki fengið sína uppreisna æru að það hefði aldrei verið viðurkennt hvað þeir hefði verið mikið fórnarlömb og þá myndast svona ákveðin heift og hatur út í nýju fórnarlömbin sem transfólk kemur svona ákveðin fórnarlömbs öfund og svona eins og þú veist kannski ljótt að segja það en þú veist svona eins og börn sem að rífast hver hafði það verst þú veist sem að kannski upplifðu ofbeldi í æsku og staðinn fyrir að reyna að styðja hvert annað og hjálpa hvort öðru tilbaka. Eða einmitt hljómgrunn sko innan hinna minni hlutahópana sem sko partur af einmitt þeim sem hafa haft að skýta í gegnum tíma. Ég held að það verði aldrei tekið af homum eða lesbíum að það var hryllilega illa komið fram við þann hóp. Og sérstaklega í 90-sinu og í kringum aldamótin og hérna einmitt ég man eftir AIDS faraldrinum þegar ég var barn og hvernig var bara talað samkynhneigt fólk og svona þegar þú segir þetta svona, það er einhver hluta mér sem skilur alveg reiðina en hvernig fáum við henni beint svona í rétta átt, í átt af valdhöfum og ekki transfólki? Já, sko, eins og ég var að segja með börnin að í staðan fyrir að metast það
fara í sandkassan og metast það hver hafi það verst. Það bara skiptir að engu máli hver hafi það verst. Okkar upplifun allra réttlætanleg og við höfðum það öll verst, hver á sinn hátt. Það sem við þurfum að gera náttúrulega bara standa saman og styðja hvert annað í að hafa það betur og betra heldur en við höfðum það. Og líka í staðan fyrir að öfundast að einhver aðrir hafi það verra eða einhver aðrir hafi það betra, að hvað getum við gert til þess að bara gera heiminn betri þá með okkar reynslusögum. Og það kannski þessina sem að ég verið mjög þreytt til þess að verða reið gagnvart þessum samtökum og fólks innan þess, þrátt fyrir að fengja alveg ótrúlega mikið skýta mig. Og ég byrti sumt að því, bara því að ég var sökuð að ljúga og þá bara ákvað ég að byrta, bara að sletta, alls ekkit allt, bara þess að fólk sagði að ég var ekkit að ljúga, en þú veist, ég ber engan kala til þessa fólks, vegna þess að þú veist, svona reiði það hlýtur að koma úr sársauka og ég vona bara þeirra vegna að þá skilji það að batin aldrei fólkin í því að berja einhvern annan. Nei. Batin því að horfa á eigin sársauka og vinna í honum. Akkurat. Þessi samtök, það eru nú reyndar ekkert allir samkynneigir í þessum samtökum. Nei, fullt af bara straight fólki. Sem kannski þekkt svolítið fyrir svona harðlínu skoðanir gegn transfólki og innflytjendum. Eins og við sögðum fyrir í upphafi, þetta svona kannski svolítið svona félagskapur fólks með svolítið vandaskoðanir. En það sem þú rekur í því greininu þínu og mér fannst svolítið svona verðt að allavega svona íta undir eru þessar mýtur transfólk. Já. Og þú talar að fólk sjáu eftir því að hafa farið gegnum ferli staðfestandi ferli. Þetta eru 0,5% transfólks. Já, samkvæmt nýjustu rannsóknum. En þú veist, það mismunandi eftir löndum. Ef við segjum að transfólk fyrir ekki að grípa fram í sé kannski 0,1% af bara mannkyni, ekki talað það 1%? Já, 1%. Það talið að transfólk sé 1%, gæti verið meira, en bara út af öllu hatrinu og því sem að fólk lendir í, að þá verðist að vera fast við 1%. Og þannig að 0,5% af þessu 1% sér eftir því að hafa farið? Nei, ekki 0,5% af þessu 1%. Þú veist, þá hljómar það eins og helmingurinn. Já. Þú veist, 0,5%. Ég mjög léleg tölfræði, sorry. 0,5% samkvæmt nýjum rannsóknum á heimsvísu sjá eftir því að hafa farið gegnum kynstaðfestandi aðgerðir og þá átt við allt transfólk. Ok? Burt sér frá hvað það stór hluti af mannkyninu. Vegna þess að það mismunandi hvað það stórt. Til dæmis transfólk hérna á Íslandi, við erum ekki nema í kringum 0,4% af íslensku þjóðinni. Sem að þýðir það runni miða við svona það sem talið og vísindin telja að þá 0,6% en þá í skapnum. Eða bara ákveða deginn í skapnum. Fordómarnir og hatrið sem að fólk verður fyrir gera verkum að fólk felur sig. Og það fullt af fólki sem felur sig í skapnum og vill ekki að neitt viti að það sé trans. Það sem að kannski fólki í skapnum áttar sig ekki á, en fólki sem komið út úr skapnum, blessunlega, áttar sig á, þessi byrði sem þú berð þegar þú ert inn í skapnum. Þetta alveg gífurleg þyngsli og þetta rosalega erfitt. Og ég burði þess með þetta í mörg ár. Að því ég taldi sjálf mig vera öruggari inn í skapnum. Og það var rámt. Vegna þess að ég var bara að drepa sjálf mig á svo marga vegu. Og ég var að svíkja sjálf mig og ég var að svíkja annað fólk með því að þykjast vera eitthvað sem ég var ekki. Og þegar ég kom út úr skapnum loksins fyrir fullt og allt, þá var ótrúlega mikill léttir. Og nú ég búin að fara gegnum allt kynstaðfestandi ferlið. Og meiri sé að lent í því að eina aðgerðin hún mistókst
og ég var nær dauð bara út af sýkingum og ég þurfti að fara í aðra og síðan aðra aðgerð. Þannig, en ég segi ekki til neinu og ég vitandi allt það sem ég er búin að ganga í gegnum og nærði því deyja í einni aðgerðinni eða út af einni aðgerðinni. Það fær ég gegnum þetta allt aftur. Því að ég er miklu sáttar í einn skinni núna en ég var nokkuð tíman áður. Og sko í Bandaríkjunum við talaðum 1% og ég set þarna inn plaggat 1% transfólk sér eftir að fara í aðgerðina. En af þessu 1% þá er talið að 0,7% gera það út af hatri og fordómum. Já, einmitt. Þannig að það er rosalega lítið hlutfall sem sér eftir öllu ferlinu. Og eitt af því sem samtökin 28 eða LGBT Alliance segja, að þau segja að það sé ekki verið að hugsa alla þá sem að vilja, öll þau sem að vilja snúa tilbaka eða sjá eftir þessu. Og þau vilja banna þessa kynstaðfistandi aðgerðir og hormónameðferðir á grundvelli þessa pingu litla hóps sem sér eftir ferlinu. En eins og ég bendi á í greininni að með sömu rökum þá mættum við leggja niður alla heilbrigðisþjónustu. Því að það er alltaf eftirsjá eftir öllum aðgerðum. Það er til dæmis bara 8% fólk sem sér eftir að hafa átt börn. Eigum við þá banna öllum að eiga börn, bara út af þessum 8%. Það eru 14% sem sjá eftir liðskipti aðgerðum. Eigum við þá banna öllum að fara í liðskipti aðgerð. Það eru 20% sem sjá eftir að fara í augnsteina aðgerð. Eigum við þá banna öllum að fara í augnsteina aðgerð. Svona getum við haldið áfram. Þannig að við getum ekki notað það sem einhverja réttlætingu að banna kynstaðfestandi aðgerðir sem vita er að bjarga mannslífum, ótal mannslífum út allan heim. Ég verð að fá að drekka. Já, en þetta er virkilega góð grein og ég hvet alla til þess að kíkja á hana á Vísi. Og en já, eins og ég segi, þá er svona, þú veist, þetta er einhvern veginn, maður velti fyrir sér sko hvort að þessi samtök og fleiri svona einhvern veginn taka í þennan sama væng og eru kannski svolítið svona vókal á internetinu það sem því finnst að annað fólk ætti að gera við sem líka hefur voðalega og greiðlega mikla skoðanir og vilja með stýra með boði og bönnum. Hvort að það sé þá raunverulega þetta sé raun umhyggja eða hvort þetta sé bara einmitt, þetta sé bara svona við séum bara farin að sjá eitthvað skonar svona eima fasisma. Þetta er auðvitað bara, svona byrjar all sagan. Hún byrjar með árásum á millitópa og svona því að einhverju hópar takað upp með sjálfum sér að svona grafa undan frelsi annara. Það er náttúrulega, þú veist, þetta er sko hluti að þessari forréttinda blindu. Að fólk sem að tilheyrir sko, hvað segja, venjulega fólkinu, það er að segja stærsta menginu, þeir sem eru ófatlaðir, gagginniðir og hvítir millistétta en nú má segja að sko, þú veist, svona tölfræðilega segja þá er hvítir alls ekki meirluta, þú veist, ekki þegar kemur að fjölda en náttúrulega hafa með sínu ofstæki kúað aðra þjóðir og aðra fólk af öðrum litarhætti. Samt er hvítileiturinn bara stökkbreyting sem er ekki eldri en svona 60-70 ára gömul stökkbreyting. Þannig að öll eigum við dökka forföður og formaður. Þú veist, þannig að ég held að svona fasismi kemur af fáfræði og þetta er fólk sem að telur sjálft sig hafa rétt á einhvers konar yfirbörðum og að annað fólk sé einhvern veginn óæskilegt vegna þess að það einhvern veginn mengar heiminn þeirra og það vil helst útrýma þessum
fólki sem að þeim finnst vera menga heiminn þeirra. Mér finnst að því að maður að horfa á þetta gerast í rauntíma, maður að lesa söguna og maður að horfa á bara viðhorfsbreytingar og bara breytingu á bara tjáningu og hegðun fólks í almannarýminu og þá á internetinu og annar staðar. Maður að horfa á þetta svona í rauntíma fyrir fram á sig og ég alltaf að reyna að setja mig inn í hausinn á þessu fólki og hvar ætlar það að stoppa? Það vill náttúrulega bara stoppa þegar allt fólk ófallað og hvítt og gagginegt og það stjórni og það ráði og allt hitt fólki þarf að fá leyfi til þess að lifa. Það það sem að máli snýst Af því ef þú myndir segja þetta við þau, þá myndir þau segja nei, látt ekki svona, þú ert að gera mér upp skoðanir. En svona í alvörunni tala, hvar ætlaðu þau að setja stopp? Ég meina, segjum sem svo að þessi samtök, þeim tækist að koma á einhverju banni, bara gegn transfólki. Og hvað svo? Ég meina, það sem þau alltaf eru nú þegar að koma í gegn í Texas. Í Texas verður þegar nýju lögin, þau eru nú þegar að búa að leggja fram frumvarp fyrir þing í Texas og fylkin hafa öll sitt sérþing, löggjafaþing og þessin eru mismundi lög í mismundi ríkjum og síðan eru allríkislög sem ná yfir allt saman. En í Texas og fleiri ríkjum þá hafa verið lagð fram frumvarp þar sem verður hreinlega að banna að vera trans. Þannig að ef þú ert trans þá ferðu bara í fangelsi og þú ferði í fangelsi sem samsvarar því kyni sem að þér var útlutað við fæðingu. Sér þýðir að ef ég færi í Texas þá var bara hægt að handtaka mig fyrir það eitt að vera trans og ég færi í karlafangelsi. Þú veist, sem að getur ímyndað að fyrir konu eins og mig sem er náttúrulega búin að fara gegnum allt ferlið að það verður ekki auðvelt að vera þar. Þú myndir ekki lifa lengi þar? Ég myndi ekki lifa lengi. Ég myndi annarkvort verið drepinn eða bara hreinlega deyja af eigin hendi að því ég get ekki lifa. Og ég held eins og, þú veist, ég meina í fylgjum eins og Texas, ég meina, þú veist, það er mjög evangelísk og svona strangtrúað fólk, en það er líka mjög liberal fólk í Texas og maður er einhvern veginn svona fyrir 10 árum síðan. Ef einhver hefði sagt bara við þig, bara veistu hvað, þetta, það er verið að undirbúa þetta í Texas, hefðir trúað því? Af því að maður finnst þetta svo hraðar breytingar en ég er ekki transmannskja eða einseginmannskja, þannig að ég kannski stend svo litið utan við mengið en svona, mér finnst þetta svo ótrúleg breyting á svo skömmum tíma. Já, en ég meina, ég var búin að segja þetta fyrir 5 ára síðan. Ég sagði þetta á eftir að versta áður þetta batnar. Það voru lög, eru búin að vera lög ansi lengi í Bandaríkjunum í mismundi eftir fylgjum sem að til dæmis var bara ekki langt síðan að lög sem voru í New York fylki sem að þykir nú bara New York sem að ekki fylki heldur New York borg sem að sögðu að það væri bannað að vera visibly queer. Það er að segja að það væri bannað að vera svona að það sæist á þér að vera eitthvað svona hinsegin. Þetta var mjög teygjalegt hugtak. Og þetta þýtti það punkari samkvæmt. Já, ég meina, þú veist, þetta þýtti það bara ef lögreglan vildi nota þetta, gátu nota það til að handtaka hvert sem er. Akkurat. Og þetta bitnaði þá mjög oft á transfólki en þetta bitnaði líka mikið á dökkufólki af því að þessar staðalímyndir kvenleika og karlmennsku sem að við búum við hvað er að vera kona og hvað er að vera karl eru rosalega hvítar staðalímyndir. Það er nú þegar að gerast í þeim fylgjum Bandaríkjunum það sem að er búin að banna transfólki að fara á salerni bara alfarið. Það er að segja, þú veist, þau með ekki eins og fara að kalla salernið, þú veist, transkonunnar, það verða að fara á kynhlutlaus salerni og það er ekki lög í Bandaríkjunum sem að segja að kynhlutlaus salerni þurfa að vera allstaðar. Þannig að transfólk getur ekki pissa nema heima á sér, bara á mörgum stöðum. Og en þú veist, það er að koma fyrir mjög oft að bara konur sem að falla ekki að þessari staðalímynd að þeir verða fyrir áreiti. Það er verða jáfnvel fyrir árás að karlmenn
gefa sér það vald, og þú talar vald, að bara tróða sér inn á kvennaklósett af því að þeir grunar að þessi kona sem að bara pissa sé hugsanlega trans. En hún ekki trans, hún bara fellur ekkert að staðalímyndinni þeirra. Ég meina það getur verið ég bara 1,80 hæð og það getur verið hver sem er. En það líka, það hefur verið bent á það í þessu samhengi að þetta auðvitað líka, það alltaf verið að tala að þessi salernismál, þetta sé svona breeding ground fyrir einhverja perra að fara inn á kvennaklósett og kíkja undir básana. En hvað með alltaf þessa perra? Þú veist, ég meina allt þetta lítur að vera gefa sama tilefni. Getur bara farið og vaðið og eftir hvaða konu sem er inn á klósett. Já, pluss það að transkallmenn bara út af hvernig testosterón virkar mjög vel breytir röddinni þeirra, þeir fá þeir fá það mikið testosterón, þeir verða oft meira buff á mörguleiti aldur sumir kallmenn og eru mjög kallmannlegir bara nánast allir sem ég hef hitt bara mjög fáar undantekningar að þá þeim skylt að nota kvennasalerni en þeir hafa bent á ef þeir fara inn á kvennasalerni og þeir eru mjög passable sem kallmenn, þar að segja sískallmenn þeir eru náttúrulega kallmenn að þá lendi þeir náttúrulega líka í vandræðum þannig eiga transmenn að fara inn og kalla klósettið en þá transkonur líka að kalla klósettið þetta eru náttúrulega bara lög sem eru bara búin til þess að skapa vandræði þetta eru lög sem eru búin til þess að skapa illdeilur, úlfuð og vandamál sem ekki vandamál núna fór ég í Borgarleikhúsið daginn og þar var búið að gera allavega held ég flest all klósettin kynhlutlaus allavega þau sem ég sá enginn kvartaði það var ein eldri kona sem sagði nú lengist bara biðröðin en það var það eina það er allir með kynhlutlaus salerni heima hjá sér og í flugvélum og í flugvélum þannig að þetta hefur hingað til ekki verið vandamál þetta er eins og segir, þetta er tilbúin vandi og við erum að flytja inn þennan tilbúinu vanda með því að gefa svona fólki sem að safnast saman vondaskoðanir í ákveð plattform og þú talar það svona, hversu mikið er hægt að vera bara ömurlegur nýðingur í garð annara og svona fela og fá leyfi samfélagsins til þess því að það er svo mikið af fólki sem að segir ég ekki taka afstöðu en með þögninni tekur það afstöðu með nýðingnum eitt að sárasta, ég lendi í mjög slæmu einelti, alveg hrottafengnu einelti. Eitt að sárasta var fólkið sem að 40 árum seinna fór að senda mér skilaboð til þess að reyna að fá svona, hvað segja, afsaka það hverju þau gerði ekki neitt og fá einhverja svona syndaaflausn. Þú veist, það verður náttúrulega bara eiga við sig hverju þau gerði ekki neitt. En þú veist, einelti þrífst í þögninni nýðingskapurinn þrífst í þögninni og það stundur sagt að þögn sé saman samþekki og ef þú ert ekki að taka afstöðu þá ert að taka afstöðu þá ert að taka afstöðu með nýðingskapnum þú ert að taka afstöðu með eineltinu þú ert að taka afstöðu með ofsóknunum þannig að spurningin er bara viltu taka raunverulega afstöðu og standa með minnihlutahópum eða þá bara, þú veist, með þögninni vera með nýðingunum. Ég vera bara með sigur, með nýðingskapnum. Já, akkurat. Arna Magna, takk kærlega fyrir að koma hingað. Já, takk fyrir mig. Hvað, 12. skipti í mánuðinum? Nei, ekki alveg. Það er alltaf dásalegt að fá því. En það er nóg, svo sem að, nóg að taka í mannréttindamálum og við höldum alltaf áfram að nippa í þig. Já, ég með langar bara að minna að það er kvennaverkfall núna. Heyrðu, akkurat. Á föstudaginn eða ekki, 24. Akkurat. Og bara ég hvet allar konur til þess að mæta þar og það er fólk að vera að spyrja hvár eru þar með einmitt, ég sá það hvár eru þarna með bara því að hvár eru minnihlutahópur
eins og konur verða fyrir alls konar aðkasti eins og konur og það nú þessina sem að Kvár eru með þarna en eru ekki inn á einhverjum Kívanís klúbbfundi með kallunum vegna þess að konur vita það þú veist hvernig það er að vera þjáðar í 1000 ár og meira og þær hafa verið duglegar að standa með öðrum minnihlutahópum og þær gera það með því að bara bjóða velkomið í kvenna verkfallsdaginn bæði konur og Kvár Og þetta, hvenær hérna, það eru þetta allir dagurinn undirlagður, ekki satt? Jú, það þú veist, ég nú ekki ein af skipuleikindunum og hef komið lítið að þessu en þú veist, bara þrekvirki sem að það er unnið sem að þessu hafa staðið og það er dagskrá allan daginn og alveg langt fram á kvöld en bara að gera mæta allan í kröfugönguna. Já, akkurat. Við kvöldum ykkur til þess og hér skulum við setja punkt í þátt kvöldsins. Ég þakka kærlega fyrir mig og minni ykkur á að samstöðin, hún er einfallega til vegna ykkar og við óskum því eftir því við ykkur að þið gerist áskrifundur. Á samstöðin.is er þetta gerast áskrifandi. Þar er lítill hnappur og einhvers konar svona tölvu internet fyrirbæri leiðir ykkur í allan sannleikanum hvernig þið gerist áskrifundur hversu mikið og þar fram undir götunum. En ég þakka fyrir mig hérna í kvöld og verið bless. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.